Herði, ég ætla bara að byrja. Verið velkomin á þetta málþing Hvar er fjölskyldan á Landspítala? Ég heiti Kristín Björk Friðring og ég ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Ótrúlega gaman að sjá svona marga og það vonandi líka margir í streymi. Ég sé ekki fjöldan en við gerum ráð fyrir það sé einhver slatti. Og þetta sýnir þetta bara að það áhugi og kraftur og rýmin til þess að gera betur og það verður frábært að fá að heyra hver staðan á spítalanum í dag. Eins og þið sjáu QR-kóðan að þá erum við með opnar spurningar til ykkar þannig að endilega verið dugleg og við munum varpa QR-kóðanum oftar upp í dag til þess að þið geti verið svona meiri þáttakendur. Allavega, ég ætla að bjóða Erlu Kolbrúnu velkomna. Gjörðu svo vel, Erla. Jæja. Fyrsta Tæknilega áskorunin. Já, en sko QR-kóðin verður hjá okkur líka í kaffipásunni. Þetta eru 3 spurningar. Okkur langaði að fá í fagráðu fjölskylduhjúkrunar á Landspítala. Svo ætla að endurgjöf frá ykkur úr salnum, þannig að endilega í kaffipásun okkar á eftir skanniði QR-kóðan. Og ef þið vildu vera svo elskulega hér að gefa okkur endurgjöf og svara spurningunum, þá ætlum við síðan hugsunin að safna þeim saman. Þetta nafnlaust, bara svo þið vitið það. Fara yfir á næsta fundi fagráðsins og sjá svona hvernig við getum tekið tillit til og örvað hugmyndir ykkar inn í starfsemi fagráðsins. En bara gaman að vera með ykkur hér á þessu málþingi, gott að sjá ykkur svona mörg hér. Við vorum nú á ráðstefnu í síðustu viku, vísindavordögum einhver ykkar sem í fagráðinu í síðustu viku og við vorum svona aðeins að velta fyrir okkur hvort að menn var orðnir mettir af því að ræða málefni á formi rannsókna eða hlusta á erindi en ánægilegt sem sagt að sjá að það fjarri því að vera fullmettað að ræða fjölskyldunar okkar. Yfirskrift málþingsins að þessu sinni Hvar er fjölskyldan á Landspítala? Fjölskyldustuðningur í sinni víðustu mynd, eins og kom fram hjá henni Kristínu. Og það okkur sann ánægja að geta átt svona gjöfular samræður við ykkur líka hér þetta dýrmæta málefni. Ég setti hér á forsíðuna mína mynd af þessum fallegu sebrahestum og ástæðan svo að ég ásamt henni Fanneyju, Viktoríu, dóttorsnemunum mínum. Við vorum núna í mars í Uganda, nánar tiltekið í Mbarara, vorum þar við Möst-háskólann og tilgangurinn var að fjalla þar í tæpar 2 vikur innleiðingu fjölskylduhjúkrunar, vorum að tala hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar og hvernig við getum í raun og veru yfirfært fjölskylduhjúkrun yfir í klínískt starf og þetta var óskaplega skemmtileg og gefandi reynsla. Við fórum einn sunnudag, þá litum við í þjóðgarð sem heitir Lake Mburo, heitir hann, og þar sáum við þessa fallega sebrahesta en ástæðan fyrir því að ég hef sebrana hér á þessari mynd það að þeir ferðast þjóðgarðinn í fjölskyldum. Þetta sem sagt sebrafjölskylda sem þið sjáið. En við sjáum kannski aðeins nokkra myndir eftir að við varðandi það. Nú varðandi stjórn fagráðsins árið 26, þá skipa hana þessar 5 konur hér, það auk mín, ég sem sagt formaðurinn. Þá það hún Guðríður Kristín Þórðardóttir sem sérfræðingur í hjúkrun hjartasjúklinga, hún ritarinn okkar, Hlíf Guðmis, sérfræðingur í hjúkrun á öldrun eða aldrara, hún með í stjórninni. Sigrún Sunna Skúladóttir, lektor, hún líka meðlimur í stjórn. Og svo Kristín Björk Friðring, hún sérfræðingur í barnahjúkrun og fundastjóri hér í dag. Að auki erum við með varamann, hann Ástu Bjarni Pétursdóttir hérna, hún með okkur líka, hún fyrirverandi dósent og sérfræðingur í líknahjúkrun. Nú fagráðið sem sagt á Landspítala, það skipað utanum og myndað utanum sérgrein fjölskylduhjúkrunar eins og þið kannski vitið á Landspítala og upphaflega hugmyndin með þessu fagráði eins og svo sem öðrum fagráðum á spítalanum að vera vettvangur fyrir faglega umræður og umfjöllun varðandi málefni fjölskyldna og það við svo sannarlega að gera hér í dag með þessu málþingi. En fagráðinu líka ætlað að vera samstarfsvettvangur milli þessara 2 stofnana sem að koma hér saman, það að segja milli háskólans og Landspítalans, svo við höldum því til haga.
Nú aðilar að fagráðinu, við höfum gjarnan viljað efla meðlimi og við erum alltaf að kalla eftir þáttakendum og ég hvet ykkur því sem eru áhugasöm málefni fjölskyldna á spítalanum endilega að koma að skrá okkur í fagráðið. Þið getið sendt mér eða Gauju póst með netföngum þannig við komum ykkur inn í meðlimahópin og sendum tilkynningar og fundaboð ef þið hafið áhuga að mæta á fagráðsfundi. Það er sérlega gefandi og margt sem við erum að huga að og vinna með en sem sagt endilega láta okkur vita en það eru sem sagt allir starfandi hjúkrunarfræðingar á Landspítala sem eru með meistaragráðu, klíníski lektor og deildarstjórar sem geta óskað eftir að vera þáttakendur og komið í vinnu eða í verkefni með okkur innan fagráðsins og við erum að vinna að þróun fjölskylduhjúkrunarþjónustu, vinna með rannsóknir og gæðamál, efla hæfni og færni líka í fjölskylduhjúkrun í klínísku starfi innan spítalans og svo erum við að reyna að vinna með það innlega nýjungar og þetta er allt eitthvað sem við ætlum að sýna ykkur svolítið inn í betur hér í dag. Nú varðandi verkefni sem við höfum verið að vinna að síðastlið ár og núna það sem af þessu ári 2026 þá eru þau nokkur. Aðalega höfum við lagt áherslu á þróun á svona verkfærum til þess að efla fjölskylduhjúkrun á Landspítala. Og þetta hefur við gert meðal annars með því að uppfæra og búa til ný gæðaskjöl og Gauja ætlar að kynna þau hér á eftir. Þannig þið fáið nánar upplýsingar það síðar í dagskráni. Við þróum fyrir 23 árum síðan vegspjald með faghópi í fjölskylduhjúkrun á SAG sem var kynnt á báðum stofnunum. Við höfum svolítið verið að dusta ríkið af því og svona eiginlega endur vekja áherslurnar sem í þeim eru kynntar og verið að setja þetta á mónitora eða hér á spítalanum og þetta er eitthvað sem við höfum verið að vinna þá í raun og veru markaðssetningum að segja á þessu vegspjaldi aðeins innan spítalans. Við höfum líka þróun í vasaspjöld og Stína ætlar að kynna þau hér á eftir. Við erum með nýtt vefnámskeið sem Stína ætlar líka að kynna fyrir okkur, vorum með 3 áður en Stína fer yfir í það og kynnir okkur fyrir það á eftir og svo eru 2 ný kennslumiðilsbönd fjölskyldustuðning í klínísku starfi og þetta er eitthvað sem var gefið út og kemur ekki líka að sinna á það á eftir Stína. Jó, hún segir ykkur frá því. Nú við höfum líka verið dugleg í fagráðunni, bæði stjórn og meðlimir í fagráðunni að taka þátt í alþjóðlegum innlendum ráðstefnum. Við fórum hér nokkur á ráðstefnu í Ástralíu síðasta sumar. Kynntum viðfangsefnis fagráðsmanna þar meðal annars, einhverjir fóru á hjúkrun 25, vísinda vorudögum í síðustu viku, við vorum að taka þátt þar og svo eins förum við allavega 2 sem ég veit förum á Nordic Nursing Research Conference sem verður í Árósum núna í Danmörku, þannig að vísindaleg virkni og kynning á rannsóknum niðurstöðum og þróunarverkefni sem við höfum verið að vinna svo sannarlega fyrir hendi. Hér er bara dæmi verkefni sem við erum að vinna, það eru alþjóðlegar rannsóknir, kerfismyndafræðilegar samantektir, krabbameinsrannsóknir, sjálfsvíg meðal einstaklinga með krabbamein, fjölskyldu barna og unglinga með krabbamein og stuðningu við fjölskyldu barna með sykursýki svo dæmi séu tekin. Þannig að það eru fjölmörg fleiri líka sem við erum að vinna að. Fanny Viktoría Kristjánsdóttir er doktorsnemandi sem fékk þennan flotta styrk í fyrra og við sagðum aðeins frá þá líka en hún ætlar að greina hér og eftir frá tilgangi doktorsverkefnisins hennar. Rannsóknirnar eru af ýmsum toga frá því að vera yfirlitsgreinar sem við höfum verið að vinna. Hér er til dæmis eitt Healthcare Intervention for Older People with Dementia and Family Caregivers in Europe, a scoping review. Þetta er svona evróskur rannsóknarhópur sem við höfum verið að koma að og við munum kalla eftir fleirum. Þetta eru meðlimir alveg í Norðurlöndunum, Portúgal, Spáni, en það er að koma frá Grikkland og Ítalíu, Hollandi líka og það er svo sannarlega hægt að bæta við fleiri áhugasömum. Svo bara rétt í lokin, mér langaði að segja ykkur frá því við sem sagt fórum til Uganda við Fanny og hittum þar mjög áhugasama bæði meistaranemendur og við hittum doktorsnemendur sem eru sem sagt kennara líka við háskólan í Möst og við vorum þarna að kenna hugmyndafræði fjölskylduhjúkrunar, hvernig hægt er að innleiða fjölskylduhjúkrun í klínískt starf. Við fórum á barnaspítala, hittum þar mæður, barna á vökudeild. Þar leggjast mæðurnar í Uganda, leggjast mæðurnar inn á vökudeild þegar börn eru innskráð á vökudeildina og þær liggja þar í 3 til 4 mánuði, oft á tíðum, þetta eru miklu fyrirburar.
Við hittum hjúgrunar fræðingi í almennameistaраnámi þá innan heilsugæslu sem á barnahjúgrun og svo vorum við að kynna þarna bæði aðferðafræði meðal doktorsnema og kennara. En þetta var mjög áhugaverð heimsókn sem við vorum þarna í tæpar 2 vikur og fengum að fara í þennan flotta þjóðgarð þar sem við kynntumst og fengum að fara í svona walking safari, þar sem við gengum með þessari fínu Judith, leiðsagnakonun okkar og sáum öll flottu dýrin þarna afrísku. En það hefur verið kallað eftir áhuga að vera í samvinnu fleiri fagstéttir fá að koma að þessum málþingum okkar og við erum mjög áhugasöm það, þökkum bara fyrir áhugan og erum svo sannlega til í að vera með á næsta ári eða í haust hvenær sem við viljum gera það, taka þátt í málþingi þar sem fleiri fagstéttir en hjúgrunarfræðingar koma að og þannig að það er að nóg að taka þar sem framundan er. En þetta er það helsta frá okkur, bara takk fyrir. Takk Erla fyrir að fara líka strax 5 mínútur fram yfir tíman. Herðu, þetta er nú alltaf léttu nótunum. Bídum að sjá. Herðu, næst hún Sigurveig, fósturhjúkrunarfræðingur inn á barna- og kvennasviði. Gjör svo vel, Sigurveig. Svona. Já, komið sæl. Ég heiti Sigurveig og hjúkrunarfræðingur og fjölskyldufræðingur og í starfi forstöðu hjúkrunarfræðings á kvenna- og barnaþjónustu. Ég var beðin að segja hérna stuttlega frá stefnu Landspítala varðandi stuðningu við fjölskylduna og svo kemur nú kannski bara í ljós að ég muni spyrja fleiri spurninga heldur en veita upplýsingar. En hérna, ég mun flakka á milli þess að nota bara að tala fjölskylduhjúkrun, fjölskyldustuðningur og fjölskyldumiðuð þjónusta. Þetta stefna hjúkrunar til og með 2027 og ég ætlaði bara rétt að sýna ykkur þetta af því þarna sjáum við hvernig bara aðstandendur birtast beint í henni. Við tölum að sjúklingar og aðstandendur eiga að fá heildræna og einstaklingsmiðaða hjúkrun sem gagnreynd, örugg og árangursrík. Sjúklingar og aðstandendur eiga að vera upplýstir og virkir þáttakendur í meðferð og ákvörðunartöku, fagþekking á að nýtast sjúklingum og aðstandendum og sjúklingar og aðstandendur eiga að upplifa jafnrétti og fá menningarhæfa hjúkrun án mismununar. Þetta það sem við vitum. Við vitum, og bara auðvitað fullt fleira, en það sem við vitum að veikindin hafa áhrif á fjölskylduna og fjölskyldan hefur áhrif á veikindin og bata. Og við vitum að raunveruleg samvinna við fjölskyldur, hún bara bætir upplifun, útkomur, öryggi og gæði þjónustu. Og þetta þýðir að við verðum að líta á fjölskylduna sem samstarfsaðila, en ekki gesti eða bara fólk sem við höfum einhverjum svona óskýrar skyldur gagnvart. Það sem við vitum líka að góð meðferðartengsl eru heilandi í eðli sínu og þetta á jafnt við sjúklinga sem og aðstandendur. Samhæfð og samfelld fjölskylduvinna og bara samvinna og þjónusta við fjölskyldur, hún krefst líka stefnu og skipulags. Það ekki nóg að reiða sig bara á góðan vilja, eins og við höfum kannski stundum tilhneigingu til að gera. Og það sem fjölskylduhjúkrun má ekki ráðast af og má ekki ráðast bara af tilviljunum eða áhuga einstakra starfsmanna eins og hún gerir stundum. Hún þarf að vera hluta ferlum og hún þarf að fá nægileg aðföng. Við vitum að góð þjónusta og samvinna við fjölskyldur til gagns og við hljótum að ætla að reyna að vera með gagnreynda starfshætti. Þannig að ég bara gerir ráð fyrir að þetta séum við öll sammála Þetta vitum við svo líka. Það verið að þróa og þjálfa og veita bara framúrskarandi góða fjölskyldumiðaða þjónustu á mörgum vígstöðum á Landspítalanum. Og við fáum að heyra bara nokkuð dæmi af því núna á eftir. Það sem við verðum líka að átta okkur á að vita og viðurkenna að það eru fjölmörg sóknarfæri hvað varðar að tryggja bara ákveðna samkvæmni og samfellu og svona stöðuleika í fjölskyldarmiðaðri þjónustu á spítalanum. Og svona þegar ég
fer aðeins yfir þetta og ég fór bara og gerði alls konar svona netleitir og eitthvað svona og það vantar og bara talaði við fólk, það vantar ákveðin svona sýnileika og yfirsýn yfir hvað er verið að gera og hvar og hvernig. Og ég held að við forgangsröðum fjölskylduhjúkrun ekkert endilega alltaf nógu oft og við erum ekki svo skýr til hvers við viljum ætlast. Og þá á ég við bara hvernig á að gera og hvernig við ætlum að komast þangað sem okkur langar að komast. Og ég held að fjölskyldur fái stundum því miður athygli af því að einstökum fagaðilum finnst það skipta máli og hafa til þess færni. Og eða að það bundið við einingar það sem menning fjölskyldu með þeirra þjónustu mjög sterk. Og ég veit að í þessum sal að þá eru raddir sem kalla eftir því að sýn og stefna varðandi stuðning við fjölskylduna á spítalanum verði bara tekið miklu fastari tökum. Og það er samvinnuverkefni okkar allra. Það sem við þurfum að vita og af því að þarfir manneskjunar, bara hvort sem það núna eða fyrir 100 árum, fyrir upplýsingar og öryggi og virðingu og kærleik mun ábyggilega aldrei breytast. En það ótrúlega margt sem við þurfum að læra og aðlagast í síbreytilegum heimi þar sem að heilbrigðisþjónusta og hegðun sjúklinga og fjölskyldna hefur tekið stakkaskiptum undanfarna áratugi. Og þá getum við spurt okkur hvernig ætlum við að því það hafa náttúrulega orðið alveg svakalegar breytingar bara undanfarin 50 ár. Og þá getum við spurt okkur hvernig ætlum við að koma okkur upp menningu endurgjafar þannig að við getum fengið að vita hvað skjólstæðingana okkar vantar þannig að við getum mætti. Og svo hef ég verið og fleiri verið bara mjög hugsandi mjög hugsi yfir því hvað við ætlum bara yfir vaxandi svona agressjónum í garð heilbrigðisstarfsfólks allan heim. Það vaxandi vandamál og hvernig sjáum við okkur fyrir því að mæta því og finna lausnir án þess að hverfa yfir í það að verða sjálf ótrúlega aggressív og grimm. Hvernig ætlum við að vera betri í því að setja heilbrigð mörk í meðferðarsamböndum og þjónustu af því að þetta er tvíeggja sverð það að setja of lítil mörk þangað til að maður fullkomlega gefst upp og svissar yfir í grimmdina eða litla sem enga þjónustu. Hvernig ætlum við að mæta fjölbreytileikanum og hvernig ætlum við að nýta stafræn samskipti af skynsemi þannig að mannleg tengsl líði ekki fyrir tæknina. Það eru margar spurningar, kannski fá svör. En þetta er fyrir hópa, faghópa og sameinaða faghópa að finna út úr. Þetta ekki eitthvað sem einstaklingar geta fundið lausnir á. Það ótrúlega margir spennandi hlutir að gerast í þróun þjónustu með fjölskyldum, bara í heilbrigðisþjónustu allan heim og þar sem verið að ætla þeim meira vald og meiri hlutdeild, viðeigandi hlutdeild í ákvarðanatöku. Og sumt af þessu því að það þetta alveg að fara onni í kanínuholu með þetta og lesa sér til. Sumt af þessu finnst mann alveg stórkostlega róttækt en þetta miðar allt að því að taka sjúklinginn og fjölskylduna inn í teymið af því að við erum öll að vinna sama markmiði. Og það eru mjög skemmtilega rannsóknir sem að tala vera að taka fjölskylduna inn í svona klínískar hermiæfingar, inn í úrvinnslu alvarlegra atvika og svona í svona greidda þáttöku í svona mótum klínískra ferla og gæðastefna og svoleiðis. Bara í lokin og bara svona áfram á þeim nótum af því að við erum allt fagfólkið á Landspítala bara að vinna átt í sömu markmiðum væntanlega ég frétti einmitt af því að þetta málþing hefði vakið bara upp spurningar og það hefði alveg komið inn spurningar frá alls konar fagaðilum á spítalanum hvort að allar fagstéttir væru velkomnar sem algjörlega frábært af því að það felast svo mikil tækifæri í því ef við erum öll mjög áhugasöm þetta málefni. Og ég veit að ég ekkert búin að tala einhverja sértækar meðferðir eða aðferðir, sérgreina innan hjúkrunar eða ólíkra faghópa, en mér langar að bara minnast á það að við gleymum því ekki að það eru að gleyma ekki sameiginlegu þáttunum
í meðferð og stuðningi okkar allra sem að skila bata á sama tíma og sértæku aðferðnir okkar geta gert það líka. Þannig að ég alveg vissum að það sé til gagns fyrir okkur að einblína ekki of mikið á það sem skilur okkur heldur að sameinast líka og styrkja það sem við gerum sameiginlegt og skiptir sjúklingarna okkur og fjölskyldunar svo miklu máli. Sem bara að þau upplifi sig í öruggum höndum hjá fólki sem vill þeim vel og hefur góða færni. Og þetta útilokar alls ekki að sérþekkingin okkar fá að njóta sín og komi að notum. Þannig að eins og Erla minntist á, að það voru einhverja svona, heyrði maður af hugmyndum að það væri fjölfaglegt málþing einhvern tímann seinna og ég vona bara innilega að það verða veruleika. Og svo vonandi svona fyrr en síðar getur einhver komið hérna og sagt ennþá skýrar frá því hver sýn og stefna Landspítalans varðandi fjölskylduhjúkrun og stuðning við fjölskylduna heilt yfir bara Þannig ég segi bara takk fyrir. Takk kærlega Sigurveig. Herðu, næst hún Marta Jóns Hjördísardóttir, talskona sjúklinga. Hún ætlar að segja okkur frá ábendingum frá fjölskyldum. Svona, gjör svo vel. Já, sælverði. Heyrðu, já, sjáum bara hvernig þetta spilast þetta. Ég ætla bara að segja ykkur aðeins frá því svona hvað fólk segir mér. Og augljóslega kannski ég svolítið að einblína á það sem fólk segir mér, það sem kemur upp, af því þess vegna hefur fólk samband við mig, af því þeim vantar einhverja aðstoð eða þeim vantar einhvern stuðning eða hjálp og það, þannig þetta kannski ekki eitthvað brjálæðislega jákvætt, en sjáum hvað setur. En mér langaði líka svolítið svona, einmitt eins og Sigurveig sagði, að það sjúklingur á rétt á að njóta stuðnings fjölskyldu, ættmenna og vina á meðan á meðferð og dvöl stendur. Og sjúklingur og hans nánustu vandamenn eiga rétt að njóta andlegs, félagslegs og trúarlegs stuðnings. En fjölskyldur eru náttúrulega ótrúlega ólíkar, þær eru alls konar og það ekki okkar að dæma eða meta hver fjölskylda viðkomandi eða hver þeirra nánasti aðstandandi eða hver á endilega rétt á að fá upplýsingar. En við þurfum líka á sama tíma svolítið að tala við fólk, af því við getum ekki ákveðið fyrir fólk hver eru þeirra fjölskyldur eða hver einhvern veginn á að koma, hver á að fá upplýsingar og þetta krefst þess að við setjum fólki í skýr mörk og við séum svona skýr með væntingastjórnun, af því auðvitað erum við ekki að fara taka stórfjölskylduna kannski einhverja félagslegan stuðning eða sálfræðilegan stuðning eða eitthvað svoleiðis, en þau eiga það samt réttur fólks að hafa aðstandendur hjá sér og að fólk fái stuðning og við verðum svolítið að muna það. Af því að það ég hef alveg aðeins fundið fyrir því í mínu starfi og svona þegar ég að tala um starfsfólk að við erum stundum pínu fegin að fjölskyldan sé ekki. Við stundum bara svona eitthvað, það svolítið svona næs að fá bara að vinna í friði, það svona orðalag sem stundum notað og það eitthvað sem við ættum bara öll að hugsa að útrýma, af því að fjölskyldan bara aðal fólkið. Við erum bara eitthvað svona fólk sem að koma inn í eitthvað smá tíma, en fjölskyldan og aðstandendun eru aðal fólkið sem bara að sinna viðkomandi. Og mér finnst þetta bara, að þetta nú frá henni Gauju, kenna fólki að vera aðstandendur. Mér finnst þetta líka bara eitthvað svo frábær pæling, að við erum náttúrulega bara eitthvað sósuð í vinnunni. Við erum í vinnunni og við vitum allt, en fólk bara veit ekki neitt. Og það mjög algengt að fólk hafi samband við mig og segir bara við verðum að fá fjölskyldufund og ég bara, já ok, ertu búin að spurja á deildinni og þau eru bara eitthvað, nei, þau vissu það ekki. Þau voru að bíða þetta kannski með sakta, þau veit ekki hvert þau hafa samband, þau veit ekki hvenær þau að spurja, bara að þau geti spurt bara, geti fengið að tala við hjúkrunarfræðinga, geti fengið að tala við deildarstjóra eða eitthvað svona okkur vantar upplýsingar. Og svo þetta með heimsóknirnar, að við erum búin að koma sér svo huggulega fyrir að heimsóknirnar eru frá 16:30 til 19:30 þegar allir eru farnir. Ég veit alveg að starfsfólk á kvöldvakt, en það kemur mjög ofta að fólk segir ég er bara á kvöldvakt, ég veit það ekki, það þau sem eru á morgunvaktin, við vitum það alveg, það fólki sem veit oft mest hvað í gangi og svona, og fólki sem getur svara spurningunum, en það einhvern veginn ekki tækifæri fyrir fólk að koma í heimsókn þá, og stundum þá upplifa aðstandendur sig bara mjög óvelkomin og ég hef alveg heyrt kannski segjum 3 sögur að fólk hefur bara komað læstum dyrum og verið sagt bara nei, þú mátt ekki koma fyrir kl. 16:30. Að það bara bannað. En á sama tíma þá stendur í gæðahandbók að viðvera aðstandenda og fylgdarmanna sé frá 12 til 20. Þannig að það það sem við höfum ákveðið einhvern tíma líka og mér var svo gott líka sem líka frá Gauju, bara að stela öllu sem þú hefur sagt, að viðvera aðstandenda og heimsóknir eru ólíkir hlutir og mér finnst það eitthvað sem mér langar svo við fyrir að koma meira inn í orðræðuna af því að
sjúklingur máli hafa viðveru hjá aðstandanda sem kannski einhver ein manneskja sem situr hjá viðkomandi, sem hans nánasti stuðningsaðili, sem manneskja sem þarf að fá að heyra allt, sem manneskja sem tengillinn inn í restina af fjölskyldunni og það auðvitað getur fólk skipst á og eitthvað svona verið með það, ekki kannski sama manneskjan alltaf, en svo heimsóknartíminn, þá eitthvað svona fólk sem kemur í heimsókn. Þá kannski eitthvað frændi og barnabarn og eitthvað svona fólk sem að koma og eiga góða stundi við kaffibolla, en ekki kannski fólki sem þeirra aðal stuðningsaðilar. Og ég held að þetta sé svona algjört lykilatriði í einhvern veginn, í þessu að aðstandendur fái meira að vera með, að við köllum það viðveru en ekki heimsóknartíma. Og ég fann bara eina deild, af því það stendur hérna á netinu, deildir geta verið með aðra heimsóknartíma. Ég skoðaði ekki alla deildirnar, ég skal viðurkenna það. En ég fór svona inn á öll sviðin og skoðaði eina og það bara ein deild sem heimsóknartíma eftir samkomulagi. Allar aðrar einingar eru með frá 1630 til 1930. Þannig að mér finnst bara svona þetta vera eitthvað sem við þurfum svolítið að taka til okkar og þetta líka að því við ræddum þetta nú á einhverjum fundi fyrir svolítið síðan og þá kom fram að þetta eru COVID-leifar. Þetta var gert í COVID til þess að takmarka viðveru aðstandanda og við höfum ekki náð þessu tilbaka af því það alltaf svo mikið mótrói frá starfsfólki, við viljum ekki opna einingarnar meira. Þannig að já, mér finnst að við megum alveg svona hugsa um þetta. Svo finnst mér þetta bara, ég setti þennan texta hérna sem bara ógeðslega langur og flókin, ég googlaði flóknar spilareglur og setta hérna. Af því að mér finnst stundum að við erum að segja fólki bara hvernig þau að spila eitthvað bombom-spil sem eitthvað svona, ef það kemur spaði þá stendur upp eða sest niður eða eitthvað og við erum bara búin að spila það í 20 ár og ætlumst bara til þess að þau geti spilað. En þau get ekki, þau skilji ekki hvað við erum að segja, að við erum bara að segja eitthvað rugl. Það svona, við erum að ætlast til þess, þau eru kannski, segjum við aðstandendur bara einhvers staðar, þau eru ógeðslega hrædd, þau eru ógeðslega kvíðin, þau eru búin að lenda í alls konar, þau eru kannski með svona, og hafa ekki bara færni til að meðtaka upplýsingar. Við segjum þeim eitthvað og þau bara gleyma því strax og þeim líður eins og það er mjög algengt að ég fá erindi þar sem fólk segir það er enginn búinn að tala við mig. Svo fer ég að tjekka og þá er bara jú, við erum búin að hringja og við erum búin að gera þetta og við erum búin að tala við þau en þau bara muna það ekki og þau fá ekki skriflegt og þau get ekki meðtekið það. Þannig að við verðum svolítið að muna að við erum í vinnunni að hafa það næs í búningum okkar, á staðnum sem okkur líkar vel við, í lyktinni sem við kunnum vel við, í öllu sem við menntuðum okkur til þess að vera hérna. En þau eru hérna algjörlega gegn vilja sínum og oft búin að lenda í einhverjum hræðilegum aðstæðum eða læra að lifa við einhvern mjög breyttan raunveruleika. Þannig að mér finnst það svona einhvern veginn sem ég teki frá því svona að heyra í fólki að þau einhvern veginn, eins og þetta er bein tilvitnun í aðstandanda, starfsfólk mætti vera líbrara með að setja sig í spor aðstandanda sem eru fullkomna óvissu. Að svona aðeins að bara reyna átta okkur á því að þau eru að upplifa sína verstu stundir. Og svo það mér varst það líka sem aðeins kom mér óvart í þessu starfi mínu, að það eru langoftast aðstandendur sem að senda mér erindi, eða mjög oft. Og það oft líka því að sjúklingurinn kannski bara í mjög viðkvæmri stöðu, þú eru alls ekki að kvarta og líka kannski bara líður með illa, viðkomandi með veikur, bara getur ekkert verið að hafa samband, en aðstandendur standað fyrir utan og eru bara alveg týnd, þau hafa allan tíman í heiminum til þess að hugsa hvað að gerast, ég er svo hrædd, en þau hafa ekki svona einhvern veginn andlegt svona, þau get ekki alveg leita sér hjálpar réttu stöðunum og það eina sem dettur oft í hug að hafa samband við mig. Og það aðalega bara að fólk vantar upplýsingar, stuðning eða leiðbeiningar. Það langsjaldnast sem við verðum að segja bara eitthvað þessi var ömurlegur og þetta var ömurlegt. Það eru eiginlega alltaf, það þetta fólk sem hrætt og óöruggt og veit ekki hvað þau að gera. Og það einhvern veginn búið og þau veit ekki hvernig þau geta svona komið stað. Og þetta eru svona dæmi og eins og til dæmis bara, við gerum alls konar skrýtna hluti og gleymum bara að fólk sé einhvern veginn með aðstandendur, eins og aðstandendur fluttur á sjúkrahús á landsbyggðinni, aðeins að sjúklingur fluttur á sjúkrahús, aðeins að aðstandendur var látnir vita og þá einhver mannski sem hún hefur búið á Hvammstanga og hennar nánustu aðstandandi við búin að keyra suður til að koma að hitta hana, búin að hafa samband í sjúkrahúsi, bara jú ég kem, svo þegar hann kom, þá var búin að flytja hana í sjúkraflugi aftur heim og hann bara byrja, en ég var búin að græja og alveg búin að vera, en þá bara glemdum einhvern veginn að segja honum það. Og svo hefur því miður alveg fengið held í 3 erindi þar sem fólk hefur verið að segja þessi dauðvona á þess að hafa aðstandendur með sér. Af því að þá fannst okkur, eða viðkomandi starfsfólki og svo augljóst mál, bara með allt sem undan gengið, að það eitthvað hræðilegt að fara að gerast í þessum tíma. En það var enginn sem sagði við komum það. Og ég vil tala við 2 eiginkonur sem sögðu bara, maður mér var bara eitthvað keyrandi út í bæ með slökkt á símanum og ég náði ekki í hana því hann var bara í áfalli. Við verðum svo mikið að passa okkar að verði ekki svona sósuð í því að allt sé einhvern veginn venjulegt. Og mér varst ég hef kannski sagt þetta við ykkur einhvern áður að einu sinni var mér sagt að fólk sem vinnur hjá Íslenskri Getspá, það líður eins og það sé alltaf allir að vinna í lottó.
og okkur líð, við verðum svona skökk líka, okkur líður eins og einhvað sé ekkert merkilegt eða ekkert stórt eða ekkert rosalegt, þetta alltaf að koma upp, en þetta bara eitthvað mesta sem kemur fyrir fólk eða alvarlegasta sem kemur fyrir þau á ævinni og þetta ekki svona everyday thing. Ég veit það rosalega flókið, en við verðum einhvern veginn að, ég held að sé einhver æfing eða einhver þjálfun eða stuðningur eða eitthvað. Og eins og mér varst líka þetta svo, fyrir sjúkralegur hjúkrunarfræðingar flestir, en ekki allir, tékka of sjaldan sjúklingur, sérstaklega aðstandendur í heimsókn. Og þetta eitthvað stef sem ég heyrt bara svo oft að fólk bara brjálað, að það kemur enginn á meðan þau eru þarna. En ég veit alveg, ég hjúkrunarfræðingur, ég veit alveg að maður oft bara, já, heyrðu, það gestir, þannig þá erum við ekkert að kíkja. En við gleymum stundum að fara og segja, heyrðu, eitthvað sem þið þurfið, getið aðstoðað ykkur eitthvað, en annars erum við ekkert að koma meðan þið eruð þarna, þið látið okkur bara vita. Ég skilji, bara svona þetta, og svo eins og þetta, upplýsingagjöf til aðstandanda er mikilvægt því það eru jú við sem þurfum að hjálpa honum þegar hann útskrifast frá ykkur. Þannig að við gætum ekkert útskrifa nokkurn einasta mann, eða væri ekki allt fólki sem tekur við þarna heima. Þannig að svona, já, bara svona hafa það eins í huga, og þetta svona. En svo langaði mig líka að segja ykkur, það ótrúlega margt sem gengur ótrúlega vel og mér finnst mér langaði svona enda á því að við munum það líka aðeins, af því að það það sem að fólk man, það bæði það sem að gengur mjög illa og það sem gengur mjög vel. Og þetta það sem að fólk hefur sendt inn, að það bara samansafna hæfu, þægilegu og góðu fólki og bara takk kærlega fyrir að taka svona vel á móti okkur þessum stressandi tíma í lífi okkar fjölskyldunar. Og þetta það sem að fólk svona situr eftir með, það bara, þeir eru svo fagleg, þeir eru svo nærgætin, hefur gert veru okkar og líðan móður okkar eins bærilega og hægt í aðstæðunum. Starfsfólkið á deildinni einstakt og bara við erum ævinlega þakklátt fyrir umhyggjuna. Svo fannst mér alveg sérstaklega gaman að þessi að það hafði fyrir því að senda inn bara einstaklega hlýtt viðmót allar sem að umönnum komu, ekki síst þegar andláti kom og eru ættingar afar þakklátti fyrir. Þannig að þetta, eins og takk fyrir að hjálpa okkur elsku starfsfólk geðdeildar, gjörsamlega ómetanleg þjónusta sem bjarga okkur litlu fjölskyldu og afar erfiðum tímapunkti. Og ef við erum með markvissa fjölskylduhjúkrun, markvissa stuðningu aðstandendur, markvissa að við höfum fólk með og að fólk sé þáttækendur í meðferðinni og samtalinu, þá þetta líðanin sem við erum að gefa fólki. Þá þetta sem að þeir bara segja takk fyrir að hugsa vel um ömmina, takk fyrir að gera allt svo vel þegar aðstandandan minn dó, takk fyrir að koma okkur fjölskyldunni gegnum þennan hörmulega tíma sem við lentum í tengslu við innlögnina. Þannig að ég bara hvet ykkur til og ég stal þessari mynd af einhverju fyrirlestri frá Möndu einhvern tímann að muna þetta líka, að við erum í hliðarveruleika eða þau eru í hliðarveruleika. Ég ætlaði að setja Stranger Things líka, en ég segi kannski hafa ekki öll séð það, en þau eru í Upside Down og við erum í bænum. Það bara alltaf var fínt í okkur og hugulegt og við þurfum einhvern veginn að ná að tengjast þeim betur þarna yfir og ná að hlusta betur á þeirra sjónarmið. Herru, já, takk fyrir. Vá, þetta var geggjum mynd með raunveruleikan, algjörlega frábært. Heyrðu, áfram er QR-kóðun okkar. Nú kemur að áhættu atriði dagsins sem að reyna að sýna myndband. En ég tók mjög óformlegt viðtal við hana Sigrúnu sem bæði fagmaður og fjölskyldumeðlimur, sérst þarna að dansa á þessari línu og hún segir okkur, segir mér og ykkur þá náttúrulega líka hvernig hennar upplifun búin að vera. Takk Sigrún Sunna fyrir að koma og hitta mig. Ég bara að kynna mig, ég heiti Kristín og hjúkrunarfræðingur og þú mátt endilega koma smá innslag. Hver Sigrún Sunna? Ég sem sagt lektor í hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og byrjaði að vinna Landspítalanum 2006 og var þá bráðamóttöku með Hringbraut og fór það niður í bráðamóttöku Fossvog og hef svo farið bæði á öldrunardeildir og bæklunardeildir. Ég vinn núna í aðalstarfi sem lektor í Háskóla Íslands, útskrifaðist með doktorsprófið mitt 2022 og líka í stöðu sem forstöðumaður fræðasviðs í aðgerðahjúkrun á Landspítalanum. Þannig að ég svona á margað innkomur inn á Landspítalanum, bæði sem leiðbeinandi fyrir nemendur, kennari í hjúkrunarfræðideildinni og svo inn á aðgerðasviðinu. Og þakka þér fyrir að vilja tala við mig þetta mikilvæga málefni þegar maður lendir í þessari aðstöðu að vera bæði fagmaðurinn og ættinginn og hvernig þetta verður svona snúið stundum fyrir manni. Já. Og hvað brennur á þér? Hvað erum við að fara að tala? Það sem brennur helst á mér að
ég var svo lukkulega að fara í handleiðslu þegar ég lendi því að það verður stórt alvarlegt slys í fjölskyldunum minni með miklar afleiðingar. Þannig ég er með einstakling inn á spítala sem búin að vera þar í rúmt ár núna og það bleið 1,5 ár og í þessari handleiðslu þá ég aðeins að ræða við hana, ég er svo erfitt með að skilja milli þess að vera ættinginn og vera svo hjúkrunarfræðingurinn og svo þekkir maður svo marga en öllum deildum og öllum göngum og lækkanir og allt þetta. Maður er unnið með flestum öllum sem komu að þarna fyrstu mánuðina og það vafðist svo fyrir mér og þess vegna var ég svo glöð þegar þessi handleiðari sem var með mig bendi mér á að þetta var nú hreinlega næstum því geðgreining en maður ætlaði að kljúfa persónuleikann sinn í marga bita og hvort það væri svo nauðsynlegt að taka hjúkrunarfræðinginn úr Sigrúnu og taka Sigrúnu úr hjúkrunarfræðingnum og með þetta svolítið í veganesti vinnandi með þér í fjölskylduhjúkrun og að spítalanum, þá svona langaði mig að við myndum að spjalla bara hvað ég hef upplifað á þessum mánuðum. Og hvað upplifaðirðu sem aðstandandi? Sko, það sem ég upplifaði kannski einna helst var að álagið á spítalanum sem við vitum öllum, því svolítið varpað á ættingja og aðstandendur og þessi tilfinning sko þegar að þú situr sem ættingi og fagmaður og hlustar á aðra ættingja sem ekki fagmenn lýsa því hvernig skiptir máli hver á vaktinni, hvaða þjónustu þú fáir, þjónustu sem ég veit samt og þú líka bara partur af stefnu Landspítalans og svona viðmóti sem mætir manni þegar hlutirnir gangi kannski ekki upp og það er svo ótrúlegt Kristín að lendi í svo að fólk hættir að heilsa þér á göngunum og þú sérðu að það kemur einhver út af lyfjaherberginu og hún snýr við á punktinum af því að hún ekki alveg til í að taka samtali við þig eða bara segja góðan daginn og ég skil þetta að mörgu leyti og við sem fagmenn skiljum oft þegar við erum með flókin verkefni í vinnunni þá er svo erfitt að mæta aðstandandum og viðurkenna að sé ekkert meira sem við getum gert en það er samt svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt einmitt þá að mæta ganginu og segja hæ, góðan daginn, gaman að sjá þig. Þó að aðstæðurnar séu erfiðar. Þannig að það er kannski það sem brennur mest á mér og hvernig við leyfum okkur að nota álag og annríki sem afsökun fyrir því að fara kannski ekki í krefjandi verkefni í samskiptum. Af því að góð samskipti taka bara held ég jafnlanga tíma og slæðum. Það var alveg mín reynsla í minni vinnu, sko. Algjörlega. En að því þú nefnir þetta, þú veist, álag á vaktinni og þú veist hvað aðstandendur eru meðvitaðir það. Sko, ég fór að velta þessu fyrir mig á tímabili á einni deild sem við vorum á, þá var það þannig að við vissum hversu margir væru veikir af starfsmönnum þegar við mættum. Við vissum hvað voru mikið af veiku hjúkrunarfræðingum með sjúkralegum og sko ekki bara að mér væri sagt það og ég skil það sem leiti að því að kannski var það einhver sem hefði unnið með mér að svoleiðis en það var ekki það. Heldur voru sko aðrir ættingjar sem enga innkomi heilbrigðiskerfi nema bara sem ættingja sem voru bara ég ofsalega áhyggjur að séu bara 2 hjúkrunarfræðingar núna veikir á deildinni og það séu bara verið að manna bara með nefnum og þau voru bara að segja mér þetta hérna frammi og ég fór svolítið að velta þessu fyrir mig Kristín ef við lögum ekki hérna bónus sem við gerum með krónuna og hverjum einasta degi að versla einhvern tímann sagt við þig þú veist hefur fyrir ekki að það bara 4 veikir í búðinni í dag að starfsmönnum og hérna nýskilur Aldrei. Á hverju leyfum okkur? Ég veit að það er mikið fjallaðu störfin okkar í fjölmiðlum og kannski finnst okkur þá vera leyfi til þess að tala hlutina en af hverju leyfum við okkur að velta þessu yfir ættingja? Þeir eiga alveg fullt í fangi bara með það að lifa af daglegan veruleika breyttar aðstæður, breyttar möguleika, breyttar forsendur fyrir lífi og við vitum það, ég veit við vitum það, við erum dálítið góðið þessu. En við einhvern veginn gleymum okkur eins og ég segi í þessu andríki að leyfa okkur að tala hluti sem að ekki ættingjana að ræða við. Og auðvitað getum við kannski átt eitthvað opinbert samtalið, en ég held að þetta ekki vera eitthvað sem við tölum með ættingja bara inn á deild þar sem standa á ganginum og
og hvað er að gera við það? Einmitt. Og var þetta þá eins og svona, af því að það var svo mikið að gera, svo mikil vöntun að þess vegna fenguðu ekki aðra þjónustu eða? Sko, þessu fylgdi ekki endilega einhverja ógnunum við fengjum ekki þjónustu. Nei. Og það var það merkilega því að þú veist, það var ekki eins og við getum gert eitthvað ef það hefur komið, eða til ég að hringja sjálfnar, þú veist, það hefur hringt sjálfnar. Já. Og ég velti því fyrir mér því að þessi einstaklingur sem umræðir nú spítala, hann er ungur og ungur fjölskyldumeðlimur hjá mér. Og fagfólkið fer einhvern veginn átómatist í að tala við foreldra. Þó að þessi ungi einstaklingur sem fann að búa sjálfur, eigi maka, þau eru jafnvel búin að eiga sitt líf í 2-3 ár. Já. En það er einhvern veginn bara, og ég skila mjög vel vegna þess að mikið fagfólkinur á mínum aldri og okkar aldri og upplifur að ef þetta væri barnið mitt, þá myndi ég vilja tala en við spurjum að því að mér finnst einhvern veginn við tölum það í fjölskyldunhjúkrun að við eigum að heyra í fólki hver sé þeirra nánasta aðstandandi, hvernig þú hafa með þér. Já. Og það er eins og þessi til við þá að fara fram hjá maka í rauninni. Já, ítrekka fara fram hjá maka og ég hef ekki hringt í hann í akut aðstæðum, sko. Og sem að manni, og það er þarna, þá kemur fagmaðurinn inn. Þá verður maður svo sár og reiður að því að maður, við erum búin að ákveða vinna ekki svona, og við erum búin að ákveða við ætlum ekki að hafa þetta svona. Og var ég bara einn af þeim fundi? Nei, skilur mig, ég svo oft farið að hugsa þetta, við erum með gæðaskjöl, við erum alls konar leiðbeiningar, við kennum ekki þetta í náminu, ég held við stöndum okkar ágætlega í því og mér finnst almennt nemarnir okkar vera frekar skarpir í fjölskylduhjúkrun. Já, sannú. En svo einhvern veginn, þegar honum er komið, þá bara gerast hluti sem að ég get ekki alveg skýrt akkur eru ákveðin á þennan hátt. Já. En getur þú sett fingur á að þú nefnir fjölskylduhjúkrun? Þú veist, hvar hefði mátt koma betur til móts við ykkur? Sko eins og í okkar tilfelli þá hefur þetta svolítið farið eftir starfsfólki, þetta fer ekki eftir deildum eða einingum eða húsum og það sem að mér finnst er þegar að starfsfólk eða yfirmenni eða hver sem á í hlut raunverulega kemur til þín sem einstaklingur, skilurðu. Þú veist, Sigrún, ég veit, þú ert hjúkrunarfræðingur og þú ert að spyrja blóðpröfurnar en ég get ekki svaraði núna af því en skilurðu mig. Eða þegar ég fæ, sko, kannski þessi svör, það sem er sagt, ég má ekki gefa svo upplýsingar, ekkert meir. En það kemur ekki ég get ekki gefa þér að því læknirinn ekki búin að lesa yfir, skilur mig, þegar kemur þessi mannlegi þáttur inn í svörin að gefa okkur svör sem að maður skilur. Já. Og kannski líka þetta að taka tillit til þess að fjölskyldur geta verið alls konar sem við erum held ég ágætt að taka tillit til á borði en ekki endilega í orði og hvernig við ætlum að mæta þörfum þeirra sem að geta verið mjög ólíka. Þegar það tala um mig þá er hægt að segja allt aðra hluti heldur það tala um aðra í fjölskyldunni og þannig bara hefur með minn bankurinn að gera. Já, sjálfsög. Og það má alveg tala um mig eins og fagmannski, ég tek ekki hlut að heilanum og skilja hann eftir fyrir fram að gangin þegar ekki minn. Ennett. Og mér finnst sko sjaldnæft talað um mig í gegnum þennan tíma sem fagmannsku þar sem er ætlast til hluta mér heldur þar sem að er talað um mig eins og ég skilja ekkert og veit ekkert. Mér finnst það algengara. Og að því að það kemur svolítið inn í fjölskylduhjúkrun, þessi fjölskyldufundir sem eru haldnir og maður sér hvað stjórnun á fundi getur skipt öllu fyrir líðan fólk. Fyrir fjölskylduna. Já, og bara þessi upplifun að það er rosalega sárt og heyrir ættingjaðinn segja eftir að við sitja fjölskyldufundi í marga mánuði, þetta er í fyrsta skipti sem ég upplifa á Landspítalanum sé að vinna með okkur. Skilur, og þá sit ég og hugsa af hverju er ég að eyða öllum þessum tíma í vinnunni ef að við erum ekki að komast lengra þetta. Einmitt. Og þetta veldur því að maður svona pínulítið missi móðin. Maður veit ekki alveg hvernig ætla ég að
hvernig ætla ég að mæta á næsta fund? Hvernig ætla ég að halda áfram að tala að það sé mikilvægt að við sinnum verkefnum okkar vel þegar ég sé að það fer bara eftir dagsetningu og einhverju hvernig þeim er sent, sko. Þannig að já, ég held að þetta sé svona það sem kannski setur eftir hjá manni. En viltu nefna eitthvað sem finnst það virkilega vera vel að staðið að? Já, sko, þegar að hafa komið inn sterkir einstaklingar sem hafa leitt þess að fundi og það er annars vegar það sem að mér hefur svona fundist í gegnum að hennar tíma vera svona sláandi gott og hins vegar þetta skemmtilega svar sem ég fengi á mörgum deildum eða ég hef hlust á ættingjanna mína að fá á mörgum deildum. Þetta er mjög flókin spurning og góð, ég ætla aðeins að fá að skoða þetta en ég svaraði. Og undantekningarlaust fer þá fjölskyldan inn í herbergi og segir, vá, þau haldi ekki að þau vita allt og kunna allt. Þau ætla aðeins að skoða þetta því við vitum að ástandið er flókið, við vitum að sjúklingurinn er með flókn og sjúkdómsmynd og þetta er ekki bara eitthvað svona já-nei svar. Af því að tilfinningi sem kemur er oft þessi, þegar það bara svara já eða nei, þá sko býta ágjörn svona að skoða þetta. Já. Við erum kannski búin að veltast með þessa spurningu í 2-3 vikur áður en við þorfum að bera hann upp. Svo berum við hann upp og þá finnum maður hann kannski slegin að borðinu. Já. Þannig að ég ætla að hrósa öllu því starfsfólki sem að leyfir sér að segja þetta af því að þetta sýnir bara svo miklu að við málefni sem verður að tala og svo finnst mér mjög vel gert hjá starfsfólki þegar það heilsa manni allstaðar þó að maður sé ekki á deildinni. Já. Þó að þau vita þessi flókið. Já. Þá er þetta litla hæ bara. Já. Það getur bara og bros og horfi í augu. Það getur bara breytt deginni. Já. Og þá líður mann einhvern veginn svona vel. Já. Og kannski tölum við ekki nóg fjölskyldhjúkrunina í grunninn erum allt fólk. Já. Og við erum bara með tilfinningar, við erum misjöfna daga, okkur líður misvel, við erum misfyrir gollu, við erum með mismunandi verkefni, misjöfsofin og þetta bara, við þurfum mismunandi nálgun. Og það þýðir ekki endilega þó við séum búin að setja upp einhver gæðaskil og lesa þau að það sé nóg. Það þarf líka að vinna minna. Já. Er þetta ekki bara frábær lokaorð? Jú, ég held að við séum bara góð. Þakka þér fyrir. Takk sem leiðis. Jáhá, herðu, og getur einhver kveikt ljósin? Næst koma 3 deildastýrur. Það er að fjalla fjölskylduhjúkrun á ólíkum deildum. Fyrst er það Þóra Gunnlaugsdóttir sem ég ætla að bjóða velkomna að. Gjörsa vel. Takk kærlega fyrir að fá tækifæri til að tala við ykkur hérna í dag. Ég er þetta sjálfsögðu líka með útprent eins og er þetta hlýðn á skjánum. Ég heiti Þóra Gunnlaugsdóttir, ég er hjúkrunardeildarstjóri á gjörgæslunni í Fossvogi en erindi mitt í dag á í rauninni við báða gjörgæsludeildarnar. Því þau gæðaskjöl og bæklingar sem við afhendum fjölskyldum eru samræmdir á milli deilda. Ég er búin að starfa á gjörgæslunni í 10 ár og búin að deildarstjóri þar í 2 ár. Ég ætla að byrja bara að fara aðeins yfir þeim mitt eins og kannski hefur komið fram hérna áður bara hvaða áhrif bara sjúkrahúslega og sérstaklega gjörgæslulega hefur á fjölskyldumeðlimi. Og það sem gjörgæslan er mjög sérhæfð deild, það sem að leggja alvarlega veikir og slasaðir sjúklingar sem geta sökum síns ástandi ekki gefið upplýsingar sína meðferðaróskir eða fyrr en sjúkrasögu þá verða bara fjölskyldumeðlimir þeirra staðgenglar. Og að standa í þeim sporum getur bara að haft misjöfn og margvísleg áhrif á líðan fjölskyldumeðlima, bæði meðan á innlögn stendur og einnig bara töluvert eftir að henni lýkur. Og samkvæmt evrópskum gæðareglum fjölskylduhjúkrun og gjörgæsludeildum þá er fjölskyldan skilgreind sem sá einstaklingur eða einstaklingar sem sjúklingur tilgreinir og getur því annaðhvort verið blóðskyldur einstaklingur eða ekki og þetta er bara svolítið sem er búið að vera takturinn hérna að sjúklingar geta haft sitt að segja það hver er þeirra nánast aðstandandi. Og alltaf 56% fjölskyldumeðlima upplifa streitu, kvíða, þunglyndi og áfallastreitu röskun meðan á gjörgæsludvöl stendur og eftir að henni lýkur.
Og það sem hefur helsta áhrif á þeirra líðan þetta óvissa ástand sjúklings, viðmót heilbrigðisstarfsfólks og þetta framandi umhverfi gjörgæslunnar. Og til að reyna að draga úr þessari andlegu vanlíðan hefur verið bent á mikilvægt sé fyrir fjölskyldumeðlimi að upplifa samhygð frá heilbrigðisstarfsfólki og upplýsingar ástand sjúklings séu veittar reglulega í gegnum leguna og samskipti séu hreinskilin og raunsæ líðan og horfur sjúklingsins. Og það spila sjálfsögðu hjúkrunarfræðingar stórt og mikilvægt hlutverk í samskiptum við fjölskyldumeðlimi því að rannsóknir sýna að fjölskyldumeðlimi reiða sig töluvert á þeirra stuðning. En hvernig mætum við fjölskyldum á gjörgæsludeildum Landspítalans? Í fyrstu heimsókn frá fjölskyldumeðlimi upplýsingabækling deildina. Fyrir framan báðar deildarnar eru rúmgóð herbergi fyrir fjölskyldumeðlimi. Hérna á Hringbrautinni eru 2 herbergi og hjá okkur gjörgæslunni Fossvogi 1 stórt herbergi. Við erum með frjálsan heimsóknartíma og fara eftir þörfum sjúklinga og aðstandenda í samráði við hjúkrunarfræðing sjúklings. En stundum þetta flókið og við útskýrum það bara fyrir ættingjum í byrjun legunar að við erum með þessa sali eins og það eru 5 rúma salur hérna á Hringbraut, það 6 rúma salur í Fossvogi og svo einbýli fyrir fram að deildina. Að stundum þurfum við að biðja aðstandur að bíða fram í lengri eða skemmri tíma ef það eru aðstæður á deildinni eru þannig. Og yfirleitt finnst bara tekur fólk vel í það. Og þau vita bara og við segjum bara þið getur bara hringt bjöllunni ef ykkur er farir að vera eitthvað ókjör það að þið hafi verið látið bíða og lengi eða eitthvað þannig. En svo verður þessu öðruvísi farið í nýja meðferðarkjarnanu þar sem það einungis einbýli á allir deildinni. Og eins og ég sagði þá þetta allt útskýrt vel í byrjun. Við erum svo einnig líka með gæðaskjal okkar fjölskyldufundi en við reynum að hafa formlega fjölskyldufundi innan 48 klukkustundar frá innlögn og síðan eftir þörfum að lágmarki einu sinni í viku. Og við höfum svona stundum óformlega upplýsingafundi oftar og þá það kannski við rúmstæði sjúklinga og við svörum spurningum daglega í heimsóknum. Og á þessum formlegu fundum þá hjúkrunarfræðingur sjúklings, við erum með gjörgæslulækni og lækni viðkomandi sérgreinar því að okkar læknar ekki ábyrgir fyrir sjúklingunum. Það eru þá bara þessar sérgreinar, smit, lungu, heil- og taugaskurð, taugalækningar, lyflækningar og allar þessar sértæku skurðlækningar og það þá bara sérgreinaskipt milli húsa. Við metum alltaf þörf fyrir aðkomu sjálfgæsluteymis, túlkaþjónustu og félagsráðgjafa og við notum þessa þjónustu mjög mikið. Fjölskyldumeðlimir eins og ég sagði oft staðgenglar sjúklingana þar sem þeir geta oft ekki gefið upplýsingar sitt fyrra heilsufar eða óskir meðferðir og það mikilvægt að fá þær upplýsingar til þess að veita rétta meðferð. Og það einnig mikilvægt að fjölskyldumeðlimir geti myndað sér raunhæfar skoðanir og væntingar þá flóknu meðferð sem sjúklingarnir að fá á gjörgæsludeildinni og við þurfum að gæta þess að fjölskyldumeðlimir fái nægan tíma og stuðning til að tjá sína líðan og skoðanir á fjölskyldufundinum. Svo klausa í gæðaskjalinu að eftir fundin mikilvægt og mælst til þess að til dæmis hjúkrunarfræðingur sitji eftir hjá aðstandendum og gangi úr skugga og þau hafi meðtekið upplýsingarnar sem komu fram á fundinum og reyni þá eftir fremsta megni að svara þeim spurningum eða þá leita svara við þeim spurningum sem brennur á fólki. Við höfum nýlega tekið upp þjónustukannanir og við erum ekki alveg komið með svona gögn til að bera saman yfir lengri tíma og þetta yfirleitt fjölskyldumeðlimir sem svara þessum þjónustukönnunum og ég var að skoða þetta bara í gær og það ekki komið neitt samanburður, kannski svörin ekki á mörg eða hvernig það en allavega þetta kannski eitthvað tól sem við getum nýtt til að sjá hvað við getum gert betur og yfirleitt voru þetta nú bara mjög falleg svör og það var eitt sem var ekki nógu huggulegt, ég kannski setti það ekki hér það bara þannig en það líka bara svolítið byggðist á því að við erum með 2 gjörgæsludeildar og þá hefði viðkomandi sjúklingur verið fluttur tvisvar á milli húsa og þá myndaðist bara svona gat í þjónustunni sem þetta bara óbúslega leðilegt og kannski ekkert hægt að komast hjá því. Þú færð frá því að vera gjörgæslan Hringbraut til okkar, það þarf allir að kynnast öllum upp og nýtt og þá svona dettur bara dýnamíkin einhvern veginn niður í þessari samfelldu þjónustu. Síðan að lokum þá birti ég grein úr meistaraverkefni mínu síðla árs 2024 þar sem kom fram bara hversu mikil áhrif gjörgæsludvöl hefur á fjölskyldumeðlimi sjúklinga og það má alltaf gera betur. Það bara þannig og vonandi fer ég bara í að reyna að vinna einhverjar verklagsleiðbeiningar út frá þessum niðurstöðum úr þessari grein. En þetta bara þetta styður allt sem hefur verið að koma fram og margt af því sem hefur komið fram í dag.
eins og þetta sem að Marta sagði að hann var alltaf að tjekka á símanum og kom ekki þegar að, þau veist ekki síman, tjekka á sjúklingum þegar voru fjölskyldumeðlimir. En þetta er líka bara það sem ættingjar vilja að við höfum frumkvæði. Þau hafa oft ekki bolmagn í að hafa frumkvæði sjálft að samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Því þau eru komið þarna inn á einhvern viðkvæman stað og við erum öll í sömu, öll orðin vön þeim aðstæðum sem við erum í vinnunni en fólki sem er að koma inn í heimsókn er ekki vant þessu umhverfi og það þurfa allir bara að fá stuðning og vera að mæta virðingu frá allir starfsfólki. Og svo er það líka þetta einmitt eins og Marta var líka að segja, og ég veit nú enn og aftur í þig. Þetta, þú veist að, mér finnst þetta mjög skemmtilegt að segja með herminám, því við höfum verið að tala, þetta er eitthvað herminám með fjölskylduhjúkrun og þau komi meira inn, þetta er bara eitthvað sem þarf að herma, þú ert ekkert góður í fjölskylduhjúkrun ef þú ferð BS-prófið eitt í hjúkrunarfræði. Og svo hafa verið margar rannsóknir líka erlendis sem sýna fram á að aðstandendur séu með á stofugangi. Það eykur bara upplýsingagjöfin og þá er bara vice versa, upplýsingagjöf meðan á stofugangi stendur og þetta verður allt nýtmiðir aðra, minnkar þörf á okkur formlegum fjölskyldufundum. Þannig að það er alveg margt sem við getum íhugað og innleitt hérna. Fyrst þarf bara að útrýma heimsóknartímanum. Herru, takk fyrir mig. Takk fyrir. Sigga Maja á vökudeildinni, hún er hérna næst, gjör svo vel. Ég er með hækju upp með mér hérna, og þetta sé allt hérna. Herði, já, takk fyrir að lega mér að koma í dag. Ég heiti Sigríður María og ég er deildarstjóri á vökudeildinni. Og mér finnst kannski bara gott að byrja á því að segja ykkur hvað vökudeildin er, en þetta er sem nýbura og ungbarnagjörgæsla. Þjónar öllum nýfættum börnum á landinu og við erum með svona það bil 400 innlagnir á ári. Flest börn, meðallegutími er 9 dagar, en þetta er ekki stór hópur sem er mjög lengi, en svona kannski 20% barna sem er lengur en 10 daga og svo eru kannski 35 börn á ári lengur en 90 daga. Þannig að þetta er, við verðum bara eiginlega fjölskylda þeirra, má vel segja. 40% innlagðra barna eru fyrirbura sem eru fædd eftir 37 vikur. Og sko fjölskyldumiðuð hjúkrun er í rauninni sko bara ekki option, að hverfa frá því er bara ekki option, vegna þess að barninu er lífsnauðsynlegt að taka fjölskylduna með inn í og fjölskyldan er í rauninni bara mikilvægasti hlekkur teymisins og það er kannski mikilvægt fyrir okkur heilbrigðisstarfsfólk að átta okkur á því og upplýsa fjölskylduna það vegna þess að þau upplifa svo ofta bara sem gesti svolítið þegar þau koma á deildina og á alls ekki að vera þannig. En það hefur bein áhrif á það hvernig barnið þroskast og dafnar að sinna fjölskyldunni vel. Þetta eykur sjálfstraust foreldra eða öryggið þeirra, minnkar streitu, eflir tengslamyndun, hefur jákvæð áhrif á brjóstagjöfina. Þau þyngjast betur og sjúkrahúslegan verður styttri, þannig að þetta eru bara kostir sem ekki er hægt að horfa fram hjá. En það er gott að hugsa eins það þegar við hugsaum hvar fjölskyldan er á vökudeild að umhverfið okkar eru þetta stýrir svolítið miklu og hefur svolítið mikil áhrif á það hvernig við tökum á móti fólki. Það eru 2 opin svona gjörgæslu og hágæslurými fyrir það 4 sjúklinga gjörgæslan og 6 sjúklinga hágæslan og svo höfum við 1 lokað gjörgæslurými sem við erum sko búin að breyta í rauninni eftir að við opnuðum deildina fyrir 23 árum. Og svo erum við með þá 2 minni opin rými fyrir minna veikbörn. Fjölskylduherbergin eru 5 og þau eru fyrir utan deildina. Þau eru sem sagt, við erum með 2 herbergin á dagdeild og svo inn á fæðingavakt, eiginlega á það sem gamla hreiðrið var, þar erum við með 3 stofur. Og aðstæðan fyrir fjölskylduna er í rauninni, við höfum dagstofu, þetta sem er svona kaffistofa fyrir foreldra, þar hafa þau aðgengi, þau geta fengið ristabrauð og kaffi en þurfa samt í raun að sjá sig sjálf fyrir fæði og geta þarna gert það. Og svo inn í rýmunum, þar
þar, já, ég kannski sýni ykkur einmitt mynd á eftir, þar þurfum við í rauninni svolítið bara að búa til persónulegt space í kringum barnið og notum til skilrúm og hægjendastóla og það er mjög erfitt að koma rúmum fyrir, nema kannski bara þá inn að þessu staka gjörgæslurými. Og hér er einmitt mynd af því hvernig deildin var áður en hún flutti í nýtt húsnæði fyrir rúmum 20 árum og þið sjáu að þrengslin eru náttúrulega gríðarlega mikil og allir í hitakössum og þetta er ekki kannski alveg veruleiki sem að blasir við okkur í dag, þannig að hér er svona lítil mynd inn á gjörgæsluna, þannig að þið sjáu að það er miklu rýmra fjölskyldurnar og börnin, en það er samt, þú veist, inn á þessu rými eru svo 2 eins á móti, þið veitir, þetta eru salir og það er bara dálítið gamaldags og auðvitað tók langan tíma bara eins og við þekkjum núna með meðferðargerðan, að frá því að þú byrjar að hanna deildina og þar til þú getur tekið hann í notkun líða bara kannski 10-15 ár. Þannig að þetta var svolítið úrelt þegar við fluttum hann yfir og það er erfitt að breyta húsnæðinu. Þú veist, það er ýmislegt sem kemur í veg fyrir það að við getum bara breytt þessu, til dæmis eru bara 2 salerni inn á deildinu og þau eru bæði fyrir framan. Þannig að það er ekki möguleiki að hafa salerni nálægt sjúklingunum sem væri það fyrir foreldrana. Og við þurfum að geta expandera, við þurfum að geta tekið á móti fleiri sjúklingum vegna þess að þetta eru, þú veist, þó svo að deildin sé hugsuð kannski 14 ára deild, að þá þurfum við samt að geta stundu tekið á móti 16 eða 18 eða 20 börnum. Þannig að við þurfum að hafa rýmið fyrir það. Og svo ferillin með þegar þetta er já, húsakosturinn, en ferillin, þegar barn leggst inn á vökudeild, þá erum við alltaf að reyna að verða betur og betur í því að aðskilja ekki barnið helst ekki frá báðum foreldrum, annað minnst að kosti ekki frá hinu foreldrinu. En það er samt þannig að, og við reynum nú orðið að sinna barninu hjá móður. Þú veist, við getum lagt það í CPAP en það þýðir það líka að við þurfum þá líka að vera þar frammi og yfir barninu og það getur ekki verið þar í lengri tíma. Við reynum þá að minnst að kosti að brúa svona kannski fyrstu 2-3 klukkustundirnar ef mögulegt er og okkur líður rosalega vel þegar okkur tekst að útskrifa barn sem fæðist kannski eftir 33 vikur og við höfum aldrei þurft að aðskilja barnið frá móður sinni. Þarna var ég búin að skrifa fullt af einhverjum nótum, já. Vonandi, ég mun alveg eftir þetta mun ég alveg bara, ég glemt að segja þetta er risa stórt og maður næri þetta bara rétt að svona stikla á stóru, þannig að þið bara þolið það. En það sem að hindrar viðveru foreldra á vökudeildinni er auðvitað fyrst og fremst kannski veikindi foreldra og þá sérstaklega móður. Þetta er oft lastnar konur sem að þurfa líka, það líka sinna og eru þá á fæðingarvaktinni eða meðgangu- og sængurlegudeildinni og jafnvel stundum út á gjörgæslu eða annars staðar á spítalanum. Umhverfi gjörgæsludeildar eru auðvitað svolítið ógeggjandi og fráhrindandi og svo auðvitað til lengri tíma. Þetta eru fjölskyldur og ungar fjölskyldur með fleiri börn, eiga önnur börn heima og það þarf að sinna þeim. Skortur á fræðslu og þekkingu og svo auðvitað þessi fjarlægð á milli nýburagjörgæslunnar og kvennadeildana, bæði fæðingarvaktarinnar og sængurlegudeildarinnar. Og svo auðvitað hafa félags- og efnahagslegar aðstæður fólks áhrif og síðast en alls ekki síst að þá er það viðhorf og stuðningur okkar starfsfólks. Við erum bara með alveg gríðarlega mikið vald þegar það kemur nýri einstaklingur í heiminn og við getum bara svolítið pínlítið eigna okkur þennan einstakling, þið veitir, og við ráðum einhvern veginn. Þannig að við þurfum svolítið að vera dugleg við það að muna að við erum þarna fyrir fjölskylduna. Og það sem við höfum svona kannski reynt að gera, að því að þú veist, já, við vitum þetta og höfum svona undanfarin ár verið að reyna að leggja meiri áherslu á það að efla foreldra í sínu hlutverki og þá er kannski fyrst hægt að nefna samveru móður og barns og þá áður í rauninni og ég segi það eru 400 innlögð börn á ári en það eru miklu fleiri börn sem komast í snertingu við deildina af því að það eru alveg sami fjöldi barna sem þarf oft svona svolítinn stuðning, pínlítinn öndunarstuðning eftir fæðingu og þannig að við erum að obsa þau, má ég segja, í nokkra klukkustundir eftir fæðingu.
Og þessi börn komu bara yfir á deildina áður og voru þá undantekningarlaust aðskilin frá foreldrum sínum. En við allavega núna erum búin að, erum þá búin að teikna upp verklag og vinnum eftir því fjareftirlit og reynum að sinna börnum ef mögulegt hjá móður sinni. Og þar getur þau verið og þá í góðri samvinnu við ljósmæðurnar á fæðingarvaktinni og sængurlegudeildinni. Og svo þetta snemmútskriftir, það eru alveg 10+ ár sem við fórum að senda börn heim þá með sondu sem gerir þá það að verkum að sem þetta bætir brjóstagjöfina til muna, að þau ekki að drífa sig að reyna að klára það að hafa það af að drekka eitt pela eða drekka pela allan sólarhringinn eða brjóst, að þá fá þau stuðning frá okkur á hjúkrunarstýrðri göngudeild og fyrir vikið þetta fækkar þá börnum sem þurfa að vera í þessu litla rými sem við höfum. Og svo höfum við reynt að leggja áherslu á fjölgun fjölskylduherbergja og þetta náttúrulega bara stöðuð barátta að reyna að tryggja það og þau náttúrulega, við erum komin inn í þetta hús og okkur var úthlutað þessi deild en við erum að teygja okkur inn á, teygja okkur inn á hreiðrið og inn á dagdeild barna, þannig að við erum út allt og erum líka að reyna að sinna börnunum niðri á meðgöngu- og sængurlegudeild ef að mögulegt ef að þau þurfa absolutt ekki að vera tengd í þækin uppi hjá okkur. Stuðningu við brjóstagjöf, mikilvægt og svo þessi fræðsla til starfsfólks. Við fórum í svolítið bara átaki fyrra og hitti fram á að segja, að fræða starfsfólk mikilvægi viðveruforeldra, mikilvægi húð-við-húð-meðferðar og þessi samverurannsókn sem Birna Rut gerði í sínu meistaranámi mitt 2021. Hún var svona kannski, þá fengum við minnst tölur, ég ætla að sýna ykkur þannig að þar fengum við þessar tölur viðveruforeldra og þá sjáum við það að auðvitað hún marktækt meiri þegar að barn dvelur í fjölskylduherbergi hjá foreldri og munar alveg þetta 9,15 klukkustundir á dag sem foreldri hjá barni sínu versus 21,6 klukkustundir. Og svo vonumst við til þess að sjá jafnvel betri tölur en það sem hamlar okkur alltaf auðvitað rýmið okkar. Við getum ekki því miður boðið öllum fjölskyldum upp á sólarhringssamveru með börnunum sínum. Og svo kemur það líka í ljós sem þetta foreldra barna sem hafa styttri meðgöngulengd dvelja minna hjá barni sínu. Og eðlilega kannski að því það eru oft þá veikari börn sem þurfa meiri stuðning. En annars kemur það samt líka í ljós að foreldrar eru almennt ánægðir með gæði fjölskyldumiðaðrar umönnunar og svo verður bara svolítið fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þá nýrri rannsókn og við vonandi náum að flagga því. Og svo langar mig líka að nefna þarna þessa nýju nálgun í fráhvarfsmeðferð, af því þar líka svolítið verið að horfa á það að foreldri sé þáttakandi í þeirri meðferð og eftirliti með barninu og mjög valdablandi einmitt fyrir foreldra að fá að taka þátt í þeirri meðferð. Þannig að mikilvægast þetta bara þessi fræðsla og stuðningur, bæði til starfsfólks og foreldra, umhverfið okkar, við þurfum fleiri fjölskylduherbergi, við þurfum að bæta aðstöðu foreldra sem eiga barn á gjörgæslu og þetta viljum við fara frá opnum rýmum í lokuð rými þar sem foreldrar dvelja í sólarhringssamvistum með barn á gjörgæslu og þetta í rauninni bara réttindamál barnanna líka. Að barnið hefur rétt að því að hafa foreldri sitt hjá sér allan sólarhringinn og við erum því miður ekki alveg að ná að mæta því. Þannig að margt frá, og takk fyrir áheyrnina. Einn svona gömul í lokinu. Æðislegt, takk. Heyrðu, næst að Heiða Björk. Hvað ég að gera hérna? Heiða Björk, já, gjör svo vel. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég heiti Heiða Björk og er hjúkrunarfræðingur. Ég hef starfað á spítalanum í næstu 30 ár í ýmsum störfum.
En frá því í sumar er ég búin að vera svo heppin að ég er búin að leysa á sem deildarstjóri og almennir endurhæfingardeilda á L2 á Landakoti og var mjög skemmtileg. Og ég ætla að segja ykkur frá nokkrum umbótaverkefnum sem við erum í gangi þar. Við erum sem með knippi umbótaverkefna sem snúa því að staðla og bæta upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun til sjúklinga og aðstandenda. Og eitt af þessum verkefnum hefur verið að vinna með Hlíf Guðmundsdóttir sem er sérfræðingur í hjúkrinu og hún átti að vera með erindi hérna í dag en ég fekk að vera hérna í staðinn. Og það er mjög gott starf unnið á Landakoti og alveg frábær starfsfólk en oft er glöggt gests auga og ég tók eftir því þegar ég byrjaði að mér fannst vanta svona stöðlun og formfest verklag sérstaklega hvað varðar upplýsingamiðlun til sjúklinga og aðstandenda. Þannig að við erum búin að fara í það að fara í þessi umbótaverkefni og mér finnst það bara algengt að bæði sjúklingar og aðstandendur halda að þeir eru komin á Landakoti og eru bara komið þangað til að vera og eru oft mjög hissa þegar maður fer að tala útskriftamál. En fyrsta verkefnið töldum við vera, kannski kemur ekki beint fjölskylduhjúkrun við en það var að skoða hvað sjúklingahóp við erum að vinna með og þá var farið í það að gera innlagnarskilmerki. Og á L2 er það ekki þannig að öldrunarlæknir ákveður hvað sjúklingur kemur til okkar, heldur er það bara teymi sjúklings á bráðalegudeild sem að þarf að skoða hvort hann uppfyllir skilmerki til okkar. Og fyrst er það að sjúklingur þarf að vera tilbúin til að taka þátt í þjálfun og hann þarf að stefna heim að lokinni endurhæfingu og hann þarf að hafa stuðning heima fyrir aðstandenda eftir útskrift. L2 er stutt endurhæfing, tala endurhæfingi 1 til 6 vikur fyrir eldri sjúklinga, 60 ára og eldri með öldrunarlæknisfræðileg vandamál. Og bráða uppvinnslu og bráða meðferð þarf að vera lokið og sjúklingu komin á endurhæfingastig samkvæmt AMET-flokkunarkerfinu. Sjúklingar sem hafa forgangin á deildina til okkar eru sjúklingar af lyflækningateymum A til F, lúnateymi, öldrunar, tauga, meltingateymi og nýrna. Næst fórum við í það að gera fræðsluefni og fyrst ætluðum við bara að endurgera fræðsluefni sem var til fyrir deild L2 en svo ákveðist að fara í það að búa til fræðsluefni fyrir endurhæfingadeildirnar á Landakoti sem eru 4. Það er K1, K2, L1 og L2 þannig að við erum alla með sama fræðsluefni. Og fræðsluefni er skipt til þess að flokka, það er endurhæfingin og tilgangurinn með henni, hlutverk sjúklingsins, hlutverk aðstandenda og þar er mitt farið yfir heimsóknartímana því þannig mikið búið að ræða þá hérna í dag og fyrir okkur og það er útskýrt hérna undir heimsóknartímanum okkur er mikilvægt að fylgja þeim á endurhæfingadeild og við sjáum það, við erum ekkert alveg rosa ströng á þessu en við sjáum það ef að fólk er í heimsókn á daginn að þá afþakkar fólk þjálfun. Það bara nei það er heimsókn hjá mér og sleppur að því að hitta sjúkraþjálfarann eða sleppur því að taka þátt í hópatímanum. Þannig að okkur finnst mjög mikilvægt og ætlum að reyna að taka betur á þessu með heimsóknartímana. Alltaf samt undantekningar. Svo er kafli fjölskyldufundi og útskrift og faglega þjónustu á deildinni, Landspítalappi og svo er QR-kóði fyrir þjónustukannanirnar fyrir hverja deild fyrir sig. Af því það hefur verið mjög lítið svar hlutfall við þjónustukönnunum hjá okkur og við erum að reyna að fá betri niðurstöður eða fleiri niðurstöður úr þeim. Og það er búið að gefa út þennan bækling í geðhandbók og við erum að fara að vera duglega að afhenda hann og það er þá næsta verkefni sem við erum að gera. Það er stöðluð móttaka sjúklinga, gátlisti við það hver starfstétt á að gera þegar sjúklingur kemur til okkar. Og dæmum nokkur atriði sem hjúkrunarfræðingurinn og gera afhenda fræðslubæklingin og fara í gegnum fræðslubæklingin með sjúklingnum og þar á til dæmis að ítreka hver er tilgangur með endurhæfingunni og hvað er hlutverk sjúklingsins í endurhæfingunni. Til dæmis það að hann eigi að vera í eigin fötum, hann eigi að borða inn í matsal, hann á að taka þátt í þjálfun og virkni sem er í boði. Og svo hjúkrunarfræðingurinn líka hringi aðstandandan og fá upplýsingaöflun frá honum og fara í gegnum fræðslubæklingin með honum líka. Hvað er tilgangur með endurhæfingunni, hvað er hlutverk aðstandandans sem er til dæmis að koma með föt fyrir sjúklinginn og fara með hann í göngutúr á heimsóknartímum og fara með hann í stuttaferðir út fyrir deildina í samráði við starfsfólki og svo fleira. Í samtali við aðstandenda og einnig að upplýsa hvenar þverfaglegu móttökurfundur verður
það næsta glera sem ég ætla að segja ykkur frá, og bjóða aðstandandi að taka þátt í honum. Þannig að í dag verklagið þannig á deildina að það teymisfundi 2 í viku og á teymisfundi tökum við fyrir nýja sjúklinga og þá ákveðum við hvað þarf að einblína á í endurhæfingunni og hversu langa tíma sjúklingur þarf í endurhæfingu og setjum áætlaðan útskriftardag. En við höfum fengið kvartanir þess efnis að sjúklingar og aðstandendur séu ekki nægilega upplýstir tilgang dvalarinnar og hver endurhæfingaráætlunin og þess vegna langar okkur að breyta þessu þannig að það verði sirka 10 mínútna þverfaglegir móttökufundir við rúm sjúklings, þar sem aðstandendum boðið að vera með og sérfræðilæknir, hjúkrunarfræðingur, útskriftarhjúkrunarfræðingur, sjúkraliði og iðjuþjálfi á staðnum og þar verður gerð endurhæfingaráætlun með sjúklingnum og aðstandendum. Þannig að það allir upplýstir og vitum hvert við erum að fara á stefna. Þetta ekki byrjað, en þetta eitt af þessum verkefnum sem við ætlum að fara í. Og þá þurfum við að gera endurhæfingaráætlun og það til sem sagt endurhæfingaráætlun í gæðahandbók fyrir meðferðardeildir, það þetta skjal hérna. Og eftir að þverfaglegt teymi hjá okkur búið að rýna þessa áætlun þá sjáum við að þetta hentar ekki alveg fyrir endurhæfingardeildirnar. Þannig að við erum þá að vinna með geðstjónum okkar í að búa til nýja endurhæfingaráætlun fyrir endurhæfingardeildirnar. Og hún verður svona svipað uppbyggð í flokkum, en flokkarnir verða aðrir, það verður sem sagt endurhæfing á deild, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun og svo hlutverk sjúklinga aðstandenda. Og dæmum hvað verður undir flokknum sjúkraþjálfun mat á sjúklingi, gönguþjálfun, tröppuþjálfun, færniþjálfun, styrktarþjálfun, jafnvægisþjálfun, verkjameðferð og fleira. Þannig að það undir hverju flokk fyrir sig ýmislegt. Svo það sem sagt útskriftarhjúkrunarfræðingar og endurhæfingardeild, við ætlum að staðla verklagið þar og búið til gátlista. Þannig að L1 og L2 á Landakoti fyrir sjúklingar sem þurfa styttri endurhæfingu. Þannig að þar erum við með útskriftarhjúkrunarfræðing, meðan að K-deildirnar langtíma endurhæfingu og þar ekki útskriftarhjúkrunarfræðingur. Það mikilvægt að formfesta verklagið sem útskriftarhjúkrunarfræðingurinn að gera, þannig að við gerum eins þegar hann í fríi og við séum líka að vinna eins á milli eininga. Svo sem sagt, við vorum svo heppin á Landakoti að fengum styrk frá konunum eða fólkinu sem með Rauða Kross-sjoppuna á Landspítalanum og styrkurinn var til að bæta hljóðvist og búnað í skálunum á deildunum, skálunum fyrir framan legudeildirnar sem þá á 5 hæðum. Og það nýbúið að klára þetta verkefni og þetta myndir fyrir framan deild L2 og þetta snerist í það að nú komin hljóðvistaplötur í loftin og á veggina og kaupa húsbúnað og mála og svo settum við upplýsingarskjái líka á hvern hæð. Og nú búið að stofna ritstjórn sem á að fara yfir það hvaða efni á að vera í upplýsingarskjánum og þeir eru hugsaðir þá sem upplýsingar til sjúklinga og aðstandenda. Og það rosalega gaman að sjá hvað skálarnir mikið meiri nýttir eftir að tekna í gegn. Þetta bara nýbúið að klárast þetta verkefni og starfsmenn nota þetta, þeir sita mikið hérna að borða, sérstaklega í hádeginu og eftir klukkan 4 eftir að heimsóknartímarnir eru komnir, þá bara eyða skálarnir í lífi. Það fólk hérna á öllum aldri og það verið að prjóna og spila og spjalla og alls konar. Þannig að það mjög gaman að sjá þetta. Og gaman að segja frá því líka á morgun með þakkakaffi á Landakoti fyrir Rauða Krossinn, fyrir þeirra framlag. Þannig að nú erum við búin að fara yfir þessi 7 umbótaverkefni sem við erum í gangi. Þau eru mislangt komin á veg, sum eru búin, sum eru verið að innleiða og náum að innleiða öll nema 2 fyrir sumarið. En sem sagt, móttökufundirnir og endurhæfingaráætlunin innleiðum við í haust. Og þau eru öll þessi verkefni til að reyna að bæta þjónustu við sjúklinga og aðstandendur. Það bara komið. Herðu, núna ætla ég og Gauja aðeins að tala nokkrar nýjungar í fjölskylduhjúkrun. Vilt þú ekki byrja? Jú, ég skal, eða ekki? Jú. Þannig skipulagt hjá okkur. Sko nýjungar í fjölskylduhjúkrun, já, þetta svona það sem við erum búin að vera eins og Erla Kolbrún kom inn á áðan, að vinna í fagráðunni eða stjórnin svolítið í vetur. Það kom til dæmis góð kona sem leitaði til okkar og sagði að vantaði gæðaskjölin væri ekki nógu
skýr og skilmerkileg. Þannig að þau eru komin út núna. Ég ætla nú að hvort ég get ekki bara opnaði aðeins hérna og rendi yfir það hvert fóru þau. Eru þau hér, einhvers staðar? Upp í flipunum. Hérna. Í þessu hérna. Í flipa. Nerda. Þið þurfum ekki að flytja þetta hérna yfir. Já, þetta eru sem sagt hérna gæðaskjölin. Er þetta alveg fyrir hálslið hérna við þetta. Þannig að gæðaskjölin sem voru að koma út eru þessi 3. Það er fyrst stuðningur við fjölskyldur og þetta er skjal sem er unnið upp úr COVID-skjalinu sem að við fundum okkur knúna til þess að gera þegar okkur fannst vera svona svolítið, orðið að pent læst á aðstandendur að hvernig við getum stutt við aðstandendur í COVID og við tókum það skjal og bara gerðum það almennara og hér er eins og takið eftir ekki hjúkrun endilega í titlinum en það er þetta hugsað sem þverfaglegt og skjal að þetta er almennur stuðningur við fjölskyldur og það er ekki einkamál hjúkrunar eins og þið kannski áttu okkur á og þarna er bara svona almennt verið að tala stuðningin og svo er tilvísun hérna í fjölskylduhjúkrun og svo var ekki til neitt almennur, ekkert almennt skjal fjölskyldufundi en það var eins og fram hefur komið til hérna gæðaskjal frá gjörgæsludeild og við studdumst við það í gerð þessa gæðaskjals og líka klíniska leiðbeiningar líknameðferð sem er ekki gæðaskjal af því þær eru dálítið gamlar til þess en við bara studdumst við þann kafla. Þannig að þetta er ekki kannski neitt eitthvað nýtt á nálinni en búið að setja þetta í þessi útgefnu skjöl svo þið getið svo hægt að nýta það á deildirnar og hagnýta. Og svo vekja athygli líka á þetta með heimsóknir til sjúklinga sem að Marta talaði áðan að það er skjal sem er löngu komið út og var gert af okkur líka. Þannig að það er, eins og ég segi, það er þetta og svo er það fjölskyldu fundurinn að hvernig á að skipuleggja fjölskyldufund og hvað á að koma fram, hvað ber að hafa í huga, hvet ykkur til þess að kynna ykkur það og svo er það fjölskylduhjúkrun, það var náttúrulega til það gæðaskjal en við bara svona endur gerðum það og fórum í gegnum það, já hérna er þetta bara, sko þetta var að koma út klukkan 12:23 I kid you not þannig að, já og þar er hægt að nálgast leiðbeiningar hvernig eigi að framkvæma stutta meðferðarsamræður sem við náttúrulega hvetjum alla deildir til þess að tileinka sér og bjóða upp á sínum einingum. Þannig erum við ekki þetta er ekki þetta er bara svona almennt spjall við aðstandendur en byggt á gagnreyndum gögnum og innihalda þessar meðferðarspurningar sem að þykja kannski almennar en hafa sýnt fram á að bera árangur. Þannig að og svo erum við með inn í þessu svona hjálpleg gögn líka og meðal annars þetta skjal hérna inn í þessu og já, hann hvet ykkur til þess að skoða það. Hér á all svona handhægu gögnin að vera. Og þetta er hér svo mikið. Já, þannig þetta voru gæðaskjölin og eins og ég segi þetta skjal er líka til og hvet alla til þess að endurskoða heimsóknartíma og kalla það ekki endilega heimsóknartíma en gott ég þarf ekki að tala meir það. Heyrðu, þið þekkið nú kannski þetta vasaspjald, er það ekki? Flestir hafa séð vasaspjaldi, vonandi. En þetta er hvernig við teiknum upp fjölskyldutré og við fórum í smá endurvinnu á þessu vasaspjaldi
af því að þetta er sem sagt gamla spjaldið og það var aðeins meiri kaos og við vildum einfalda það og bæta inn hérna öðru kyni. Og erum bara stolt af þessari vinnu og hvetjum ykkur náttúrulega, deildarstjórnina mér skilst þurfa að sjá að prenta þetta út og koma sér dreifingu, þetta er ekki á kostnað, miðlagskostnaðar. Ég veit ekki hvort það kemur plastað. Já, sko það er bara að panta það þannig, það er bara að panta plastað og hérna, bara eins og þegar maður er bara að gera önnur vasaspjöld. Suma deildir eru bara búin að kaupa sér plastvél og gera þetta bara sjálf, þannig að það, og fyrir minni einingar er það kannski allt í lagi. Og líka bara einingar að taka sér saman og panta og svona. Það þurfi ekki allir að vera að finna upp hjólið, en nú er þetta bara orðið þannig, þetta fer inn í og er inn í gæðaskjalinu, þannig að það er þetta nálgast það, annars er alltaf hægt að heyra í okkur og fá þetta sent. Algjörlega. Og auðvitað, þú veist, þetta er náttúrulega bara mikilvægar upplýsingar, þetta er mikilvægt hjálpartæki þegar við erum að hitta fjölskyldur, tekna upp fjölskyldutré, stuðningsnet, hvetjum ykkur til þess að nýta þessi spjöld. Og það sem við svona reyndum hérna líka var að mattsa þetta gamla, aftan á gamla spjaldinu og þetta er þá aftan á nýja spjaldinu núna, er að við, þú veist, þetta er í samræmi við allt sem kemur fram í gæðaskjölunum nýju. Að við svona orðum aðeins spurningar, gerðu þær að ég held svona kynja neutral, er það ekki rétt? Já, það var allan það var markmiðið hjá okkur og við bættum við til dæmis hvað skiptir þig mestu máli núna, sem er frábær opin spurning. Já, þetta er svona það sem við erum mjög stolt af, er það ekki? Jú. Þetta er sem veturinn hefur farið í. Þegar veturinn fór í þetta svolítið. Svo eru til hérna þessi plagöt og líka þá svona eða fyrir skjáina sem við hvetjum ykkur til þess að hafa uppi á ykkar deildum að bara aðsendendur átti sig á því að þú veist, hér er fjölskylduhjúkrun, hér er okkur allt fjölskylduna. Þannig að því meira sýnilegt því betra. Tilvalið á stigapallinu á Landakoti. Já, já. Allir konum með þessa frábæru skjái. Heyrðu, og svo ætla ég eiginlega bara að fá að enda á að segja ykkur aðeins frá endurbættu eddunámskeiði fjölskylduhjúkrun. En fyrir hvað er komið langt síðan, við fórum í þetta verkefni að endurgera kannski 2 ár já. En sem sagt gamla eddunámskeiði voru bara svona glærukynningar og við fórum bæði það að endurgera glærurnar og tala inn á þær til þess að gera þetta bara svona notendavænna, höfða til unga fólksins og svo gerðum við líka vídeó, bæði hæ Auður, bæði gerðum við bara svona sýnidæmi hvernig við tökum hefðbundið svona stuðningssamtal og þetta er allt til inn á eddunni en það sem mig langar bara svona að sýna ykkur ef þið nennið núna í 1 mínútu, mig langar bara svona að sýna ykkur rétt, veist, hvernig förum við inn á eddu af því að ég er nú þegar búin að fá held í 4 fyrirspurnir á 1 viku bara hvernig finn ég þetta? Ég bara þetta er inn á eddu, já hvar inn á eddu? Bara þú veist það kann eiginlega enginn almennilega að nota þessa eddu þannig að ég ætla að reyna að sjá hvort ég geti sýnt ykkur, maður sjá var það ekki hér upp einhvers staðar? Jú, hérna oh my god, já, ég sný alveg fáránlega, heyrðu, þannig að þetta er þá bara velkomin í eddu og maður þarf að fara hér upp í þetta og skrifa námskrá eða velja námskrá og svo hér þarf það að skrifa fjölskylduhjúkrun eða bara hvað stendur? Fjölskyldur til dæmis og þá kemur fjölskylduhjúkrun og námskeiði og svo þetta fara velja hér námskeið og þá getur valið kaflana og eitthvað. En allavega þegar þið eru bara á heimasíðunni, öll myndböndin er inn í þessu. Já, þau eru bara neðst, sýnikennsla á viðtali. Já,
þetta er alls konar. En allavega, þú veist, af því að það þarf pínu að sækja þetta. Þetta birtist ekki bara á skjáborðinu ykkar inn í eddunni, heldur þurfið að fara upp í námskeið eða námskrá og skrifa inn fjölskylduhjúkrun eða fjölskyldur og þá kemur þetta. Já. En svo er líka geta deildarstjórar náttúrulega sett þessar námslínur inn hjá öllu sínu starfsfólki þannig að þetta blasir við bara Á skjáborðinu, já. Þannig að auðvitað er það bara best að biðja það hjá öllum. Æði, erum við ekki búin að ljúka okkar máli í bili og þá er hérna komin. Þá ætlar hún Snæfríður að vera næst. Þú þarft eiginlega bara að fá að kynna þig, ég veit svo lítið um þig. Já. Skal taka það. Já, ég heiti sem sagt Snæfríður Jóhannesdóttir og er í sérfræðinámi núna, útskrifaðist með meistaragráðu í geðhjúkrun í sumar og starfa sem aðstoðardeildarstjóri á geðgjörgæsludeild. Ég ætla fyrst að tala meistararannsóknina mína og svo fara umbótaverkefni sem við erum núna með á geðþjónustunni til að styðja betur við fjölskyldur. Meistararannsóknin mín ber nafnið Fjölskylduíhlutanir í geðheilbrigðisþjónustu, þarfir og reynsla aðstandenda einstaklinga með geðrofssjúkdóma og þetta er kerfisbundin blönduð heimildasamantekt og ég var með 2 frábæra leiðbeinendur, það var Eydís Sveinbjarnardóttir og Rannveig Þöll og ég var svo heppin að Rannveig Þöll, sérfræðingur í hjúkrun, er líka í leiðbeinendanefndinni minni núna í sérfræðináminu og svo hún Gauja, þannig að ég er í góðum málum. Ég mun tala smá hratt því ég mun smá knappan tíma með allt efni mitt en ég ætla samt að tala hratt og skýrt. Þannig að ég var að skoða stuðningsþarfir aðstandenda einstaklinga með geðrofssjúkdóma en geðrofssjúkdómar eru alvarlegir og langvinnir geðsjúkdómar sem hafa haft neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga og líka aðstandendur þeirra því að aðstandendur eru þeir sem að sinna umönnun og eru oft í svona óformlegum umönnunarhlutverkum og því fylgir oft mikil umönnunarbyrði. Umönnunarstörf aðstandenda geta haft neikvæð áhrif á líkamlega, tilfinningalega og félagslega heilsu þeirra en það er vegna þess að þá setja þau oft ástvini sinni í fyrsta sæti og gleyma að huga að eigin heilsu og þetta geta oft verið bara margir klukkutímar á dag, jafnvel allan sólarhringinn þar sem þeir eru að sinna óformlegum umönnunarstörfum og rannsóknir sýna það að fjölskylduíhlutanir í formi stuðnings og fræðslu hafa reynst árangursrík inngrip til að styðja við einstaklinga með geðrofssjúkdóma og aðstandendur en á sama tíma sýna rannsóknir að við erum ekki að standa okkur vel að styðja við aðstandendur og það er bara mjög ábótavant. Þannig í rauninni þegar við styðjum vel við aðstandendur þá hefur það jákvæð áhrif á sjúklinginn og kemur í veg fyrir bakslög og jafnvel innlagnir og það sparar líka peninga. Þannig að þetta er, já, ég ætla nú bara að stikla á stóru hér, ætla aðalega bara að fara inn á það að þetta var kerfisbundin blönduð heimildasamantekt sem var svolítið skemmtilegt því að það sameinar eiginlegar og meginlegar rannsóknir. Eiginlegu rannsóknirnar, þá fer maður meira á dýptina, við erum að skoða viðtöl og svo meginlegu þar erum við að skoða tölfræði og nota mælitæki. Þannig að það er mjög gaman að blanda þessu saman. Fjölskylduíhlutanir, dæmi fjölskylduíhlutanir er til dæmis fjölskyldustuðningur, Fanney mun hérna fjalla eftir stutt meðferðarsamtöl. Streitustjórnun, það er til dæmis úrræði bara eins og núvitund, námskeið, geðfræðsla, ég mun fjalla það hérna eftir smá. Og rannsóknir sýna það að fjölskylduíhlutanir ber árangur og draga úr vanlíðan aðstandenda. Félagsleg virkni og lífsgæði verða betri og samskipti verða oft betra á heimilinu og svo núna lifum við á tækniöld og það er alltaf að auka stafræn heilsuinngrip en þau bjóða upp á gott aðgengi og hraða þjónustu og lágmarka aðgengishindranir. Þetta nýtist sérstaklega vel þeim sem til dæmis búa á landsbyggðinni og þá er oft kannski skortir sérfræðinga eða þá bara skortir sérfræðingastöður. Núna veit ég einn geðhjúkrunarfræðing sem býr á landsbyggðinni en fær enga stöðu í heimabyggð. Þannig að en við þurfum svona, ég held að sé ekki mikið verið að nota þetta hérna í geðun allavega stafræn heilsuinngrip en við erum að bæta okkur og til dæmis bara síðasta föstudag var ég með aðstandendastuðning bara á Teams. Það var aðstandandi sem bjó út á landi og það heppnaðist bara mjög vel og við erum að hugsa að fara að taka upp fræðslefni til að hafa á netinu. Geðfræðsla
hjálpar aðstandendum að skilja sjúkdóminn, einkenni og meðferðarúrræði sem getur dregið úr streitu og óvissu. Og það kemur mér alltaf á óvart hvað margir aðstandendur sem eiga kannski langveika ástvini hafa aldrei fengið neina fræðslu sjúkdómseinkenni þeirra. Ég hitti daginn móður sem er aðstandandi stúlku sem með geðklofa, búin að vera veik í meira en 10 ár og búin að vera í öllum deildum á geðþjónustunni og aldrei fengið fræðslu. Og þannig það eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Við má aldrei gera ráð fyrir að einhver sé búin að fá fræðslu eða stuðning þrátt fyrir aðstandandi sem búin að vera veikur lengi, því stundum gerum við það. Hún er búin að vera veik svona lengi að hún hlýtur að vera í stuðningu eftirfylgd í teyminu eða eitthvað slíkt. Markmið geðfræðslu er að auka þekking og skilning og leið auka færni og seiglu aðstandenda í umönnunarhlutverkinu, þannig að þegar aðstandendurnir þekki einkennin og vita hvað ástvinur sinn er að glíma við, þá eru þau betri í stakk búin að geta stutt við aðstandenda sinn. Þeim ljáð ýmis tól sem geta hjálpað þeim að takast við sjúkdóminn og einkenni hans og geta gert þá betur kennsla merkjum bakslag, þannig að það geta kannski bara tekið eftir, ok, núna er hann farin að einangra sig, hættur að sinna áhugamálum, einkennin er orðin meiri, hvað á ég að gera? Þarna getum við komið í veg fyrir innlæknir, þarna getur verið kannski með bakslagsvarnaráætlun, ok, hann ætlar að hitta málastjórann sinn eða hann ætlar að taka auka lyf, þannig að best að grípa inn í áður en veikindin er orðin það alvarleg að kannski það þurfa innlögn að halda. Geðfræðsla eykur ánægju sjúklinga og aðstandenda og verður gaman að segja á eftir frá því að við vorum að byrja með geðfræðslu fyrir aðstandendur núna á Hringbrautinni og það var ótrúlega mikil ánægja með það. Eykur meðferðarheldni og dregur úr bakslögum og aukin þekking dregur úr fordómum og því miður upplifa margir bæði sjúklingar og aðstandendur enn í dag mikla fordóma fyrir geðsjúkdómum. Ég hef mjög gaman að eiginlegum rannsóknum og þess vegna skellti hérna nokkrum beinum tilvitnunum því að ég held að við lærum mest að því að heyra frá fólkinu sem er með reynsluna og þarna er beina tilvitnunir frá aðstandendum. Þetta er mikið álag, ég get ekki farið neitt, svo ekki einu sinni í 1 dag, ekki einu sinni í hálfan dag, ég hef ekki tíma til að anda. Aðstandendur upplifa oft mikla einangrun, ég þarf að vera með honum á hverjum degi, ég get ekki farið út og fengið vinnu, ég hef misst lífið mitt, ég get heldur ekki gert það sem ég líka lengur og hef minna samband við fyrri samstarfsmenn. Og annar aðstandandi tekur í sama streng. Ég er mannblendin manneskja og fólk nýtur þess að vera vinir mínir. Hins vegar, eftir að börnin mín urðu veik, hafa fáir haldist nálægt mér og mér finnst ég sérstaklega einmana og einangruð. Þegar þau komast að því að barnið mitt er með geðklofa, hætta þau að hafa samband við mig. Og það var margir aðstandendur á fræðslunum daginn sem töluðu það er aldrei neitt sem spyr veikabarnið þeirra. Bara hvernig hefur Jón það, segjum bara hindi Jón. Hvað er að frétta Jóni? Því að það er einhvern veginn tabú að Jón er veikur, en ef Jón var með krabbamein, þá myndi fólk spyrja hvernig hefur Jón það. Þannig að þetta er oft svolítið svona skömm og fordómar sem tengjast geðrasjúkdómunum. Og svo hafa margir áhyggjur á framtíðinni. Þegar ég hugsa vanhæfni hennar til að giftast, eignast börn eða vinna, eins og aðrir í framtíðinni, er ég sorgmædd og reið. Það er erfitt fyrir mig að viðurkenna hún sé veik, en sem móðir hennar er það mín ábyrgð að veita henni bestu mögulegu umönnunina og ekki gefa upp vonina. Ég verð að sætta mig við raunveruleikann. Og svo hérna ég bara loka punkturinn að fjölskyldur eru mikilvægar í meðferðinni. Fjölskyldur gegna mikilvægi hlutverki í umönnun fólks með geðklofa, en það þurfa líka athygli og stuðning frá fagfólki og ég er hjartanlega sammála því. Og það sem er svo skemmtilegt við kerfisbundna blandaða heimildasamantekt að maður skoðar alls konar rannsóknir og þarna var eitthvað sem ég hafði aldrei heyrt um áður, ljósmyndamiðuð frásagnar aðferð eða photovoice. Þetta var rannsókn frá Kína frá árinu 2022 þar sem að aðstandendur voru að fá svona hópafræðslu og núvitund og þeir áttu sem sagt að taka myndir bara í daglegu lífi, eitthvað sem þau voru svona tengja við og svo áttu að segja hópnum frá hvað þau voru að hugsa þegar þau sáu það sem tóku mynd af. Og þarna segir aðstandandi, ég get bara unnið án truflana á nóttunni, ég sá skip með orðinu draumur á hliðinni og mér fannst það þýðingarmikið. Stundum er gott að hafa tíma fyrir sjálfan sig til að ígrunda. Ég nota þetta skip sem myndlíkingu til að lýsa lífi okkar. Skipið er stöðugt þegar það er ekki mikill vindur, annars verður ástandið krefjandi. Það eru margir árekstrar innan fjölskyldunar en það er mikilvægt að huga að hverri stundu. Ég vona að ég haldi áfram að trúa á drauminn minn, megi fjölskyldan mín vera friðsæl. Þannig að þarna er gaman að sjá að þarna er svona von. Það er von og kærleikur. Og þetta er svona, við erum að draga þetta saman í lokin.
annað sem skemmtilegt við blandaðar heimildasamantæktir að þá byrjar maður að fara yfir allar megindlegu niðurstöðurnar. Það voru 6 megindlegar og 6 eiginlegar. Svo fer maður yfir eiginlegu rannsóknirnar og gerir þemu og svo samþættir maður niðurstöðurnar. Þannig að þetta eru 5 lykilþemu sem koma úr þessum 12 rannsóknum. Það eru stuðningsþarfir, sjálfsumönnun, fræðsla, samskipti og tengsl og sálfélagslegt álag. Og þetta var þemað í þessum 12 rannsóknum og það sem skiptir miklu máli viðhorf okkar hjúkrunarfræðinga til fjölskylduhjúkrunar, þannig að það mjög gaman að sjá hvað eru margir mættir hér í dag því að jákvæð afstaða hjúkrunarfræðinga grundvallaratriði fyrir árangursríka fjölskylduhjúkrun og fræðsla minnkar neikvæð viðhorf og eykur skilning á mikilvægi fjölskylduþátttöku. Þannig að hjúkrunarfræðingar sem upplifa að fjölskylduhjúkrun sé byrði eða aukið álag fá jákvæðara viðhorf eftir að fá fræðslu. Lengri starfsreynsla og hærra menntunarstig tengist jákvæðara afstöðu og minni tilhneigingu til að líta á fjölskylduna sem byrði og helstu hindranir sem hjúkrunarfræðingar upplifa það er álag í starfi, aðstæður í starfsumhverfinu og vinnuskipulag og þess vegna er mikilvægt að stjórnendur skipulagi það að hjúkrunarfræðingarnir síni fái tíma og rými til að veita fjölskylduhjúkrun. Og það var einmitt rannsókn hérna frá 2014 frá Erlukorbrunni sem sýndi að það mismunandi á milli vinnustaða. Jákvæðasta viðhorfið, hjúkrunarfræðingar með jákvæðasta viðhorfið var á barna- og unglingageðdeildinni. Svo voru endurhæfingardeildirnar sem voru með jákvætt, en hjúkrunarfræðingarnir á bráðadeildunum voru með neikvæðasta viðhorfið og við þurfum að breyta því og ég held að það sé bara verk í vinnslu. Niðurstöðurnar, það voru rannsóknir frá þessum löndum, aðstandendurnir voru 70% konur, 30% kallar, þannig að það eru oftast mæður sem að sinna umönnunarhlutverkunum og í geðrasjúkdómum þá eru sjúklingarnir oftast kallar samkvæmt rannsóknunum. Þannig að niðurstöðurnar sýndu annars vegar að aðstandendur upplifðu mikið álag, skort á stuðningi frá heilbrigðisþjónustunni og hins vegar sýndu niðurstöðurnar að fjölskylduíhlutanir reyndust árangursríkar og juku þekkingu þátttakenda á geðrasjúkdómum, bættu lífsgæði þeirra og drógu úr umönnunarbyrði. Og nú skiptum við gír og förum yfir hérna í smá blómaþema og ætla rétt að tala aðeins umbótaverkefni á geðþjónustunni núna. Eins og ég sagði áðan ég í námi að vera sérfræðingur í hjúkrun og ætla að einblína svolítið á aðstandendavinnu og svo heppin að komin í frábæran þverfaglegan vinnuhóp á geðinu. Eitt af verkefnunum okkar að gera geðaskjal sem heitir þjónusta við aðstandendur í geðþjónustu og það nú bara nánast tilbúið og þar leggjum við ríka áherslu á virkt samstarf við aðstandendur og ég tengdi svolítið það við það sem Sigurveig sagði áðan, þetta oft bara þeir sem hafa áhuga á fjölskylduhjúkrun, þeir sinna því vel og þeir eru okkar vaktinni, þá kannski grípur enginn boltana og þannig að mín upplifun, búin að vinna núna nokkur ára á geðinu að aðstandendur eru að fá mismunandi þjónustu eftir því hvar aðstandandinn ástundar þeirra leggst inn. Og við viljum ekki hafa það þannig, við viljum bara þetta sé samþætt gæðaskjal, þannig að allir geta bara kíkt, ok, núna leggst þessi sjúklingur inn, hvað á ég að gera? Og einn partur af því að við erum að byrja með tengiliði við aðstandendur og við á geðgjörgæslu erum fyrsta deildin að prófa þetta og síðan munum við innleiða þetta yfir á aðra deildir. Og þetta gengur mjög vel og það svolítið gaman því við erum bara hópur, ekki bara hjúkrunarfræðingar, þetta líka sálfræðingar, félagsráðgjafar, ráðgjafarnir okkar. Þannig að núna leið okkur sjúklingur leggst inn, þá er honum úthlutað tengilið sem hringir í aðstandanda. En þarna getur stundum verið krefjandi því að eins og á okkar deild eru margir mjög veikir, þetta geðgjörgæsla þannig að veikustu sjúklingarnir koma til okkar og margir eru nauðungarvistaðir vegna þess að það ekki með innsæi eða séu veikir og þá stundum reiði gagnvart aðstandendum og þeir kannski telja að það sé aðstandendum að kenna að þeir séu í innlögn. En þá mikilvægt að við gefumst ekki upp. Ef ykkur neitar við innlögn bara að má ekki gefa upplýsingar, þá höldum við samtalinu áfram og mjög oft eftir kannski 2-3 daga eða stundum lengri tíma, þá skiptir sjúklingurinn skoðun og við megum veita upplýsingar. Þannig að við viljum veita upplýsingar reglulega og við þurfum að meta fræðslu og stuðningsþarfirnar, skipulega fjölskyldufundi og þarna þetta úr geðaskjalinu. Formlega fjölskyldufundur haldinn ef dvöl á spítala í viku eða lengur, sjúkdómsástand versnar, bráðar uppákomur eða við útskrift og þegar fjölskylda óskar eftir fundi. Og það eru margir svona litlir hlutir sem við þurfum að hafa bak við eyra, til dæmis bara þegar sjúklingur fer á aðra deild.
þá gleymist mjög ofta að láta aðstandendur vita. Mér er bara mjög líka kurteisi bara, ég er búin að vera að sinna þessum aðstandanda, ég ætla að hringja og láta vita, herri, núna er hún komin á þessa deild, ég ætla bara að þakka fyrir samvinnuna og gangi ykkur vel. Umbótaverkefni, önnur skjáborðið, við erum núna komin hérna með svona fellilista á skjáborðið, þannig að sýnilegt, ég hringi, heyrðu, aðstandendin er komin hérna á 37, ég heiti Snæfríður, ég verð tengiliður þinn, þá haka ég við símtal og þá er bara með þetta sjáanlegt, ok, það er engin fjölskyldufundur, ég þarf að skipuleggja það og þá hökum við fjölskyldufundur og svo á líka að vera reitur hérna með fjölskyldustuðningur og það er annar reitur fyrir aftan, bara hver er tengiliður hvaða sjúklings, þannig ef aðstandandi hringir, þá kík ég bara, ok, Sigga er tengiliðurinn hans, hún er á vaktinni, ég ætla að biðja Sigga að taka þetta samtal. Ég er búin að vera með fræðslu fyrir tengiliðina því að margir er að gera þetta í fyrsta skipti, þetta eru ráðgjafar og stuðningsfulltrúar og það er svo gaman að sjá það sem mikill áhugi í hópnum, staðan kannski maður alltaf að segja það sama við sömu hjúkrunarfræðingana sem kannski hafa ekki áhuga á fjölskylduhjúkrun. Þarna eru bara komnir nýir ráðgjafar bara með þvílíkan eldmóð og er að standa sér svo vel og við ætlum að hafa handleiðslu núna fljótlega, heyra hvernig gengur, þurfa þær stuðning við eitthvað, er eitthvað áskoranir. Við erum búin að vera með fræðslu fyrir aðstandendur sem kemur á næstu glæru og svo var verið að óska núna eftir hjúkrunarfræðingar á deildinni að fá fræðslu bara samskipti við aðstandendur. Hvað má ég segja í símtali, hvað á ég að segja á fjölskyldufundum, þannig að það verður í lok maí og svo erum við þessi símablöð hérna við símana, þannig að það eru svona smá leiðbeiningar hvernig maður tekur símtal og tökum niður skilaboð. Þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni. Það eru eins og á geðinu, þá er Laugarásin og geðrásteymið og svona eftirfylgdarteymið búin að standa sér rosa vel með svona fræðslur. En Hringbrautin hefur kannski ekki verið að sinna þessu, þannig að þá kannski þeir sem eru með geðrasjúkdóma að fá mjög góða fræðslu en svo kannski einhver annar sjúklingahópur sem fær enga fræðslu. Þannig að þetta var hugað bara fyrir alla, alveg óháð hvaða sjúkdóm fólk er með. Það var 2 skipti, fyrsta skipti var hlutverk aðstandanda, bara aðeins að fara yfir hvað felst í að vera aðstandandi og umönnunarbyrði og allt það. Og svo seinna skipti var samskipti og bjargráð, fórum við mörk og meðvirkni. Og það var svo gaman að sjá, það var fullur salur, maður mætti og var svo stressað myndi enginn mæta, svo bara fullur salur, ótrúlega miklar umræður og þeir óskuðu eftir því aðstandendur að hittast aftur og vera með jafningjastuðning, þetta er síðasta glæran. Þannig að við ætlum að verða við því og verðum með hérna í næstu viku jafningjastuðning og þetta er einmitt úr meistararannsókninni að rannsóknir sýna að jafningjastuðningur getur verið valdeflandi og hvetjandi fyrir þátttakendur. Þátttakendur geta deilt sögum sínum á vandamálum á jafningjagrundvelli og unnið saman að lausnum. Stuðla jafnframt að gagnkvæmum stuðning og geta dregið úr einangrun umönnunaraðila. Þannig að það er ótrúlega gaman, þar sem ég byrjaði að tala um þetta fræðilega, meistararannsóknin mín, þar sem ég hafði svona í lokaárum þar að mér langaði að heyra bara í aðstandendum hvað vilja þeir og hvernig getum við þjónustu það betur. Það erum við að gera saman núna, ég er ekki ein í þessu, við erum saman vinnuhópur á geðinu, þannig að við heyrðum bara í þeim eftir fræðsluna, hvernig fannst ykkur, þeir svöruðu spurningarlista og skildu eftir skilaboð og það voru bara allt mjög jákvæð skilaboð og þá varum við kallað eftir þessu, þannig að við erum bara að hlusta á þarfir aðstandenda, við viljum að hafa jafningjastuðning og heyri þeim hvernig þau vilja að það var útfært. Þannig að þetta er það sem er, eða eitt af því sem er í gangi á geðinu, allan sem ég er með puttan í, það er margt annað í gangi. Þannig að takk kærlega fyrir og afsakið hvað ég talaði hratt. Vá, frábært. Heyrðu, síðust en ekki síst. Hún, Fanney Viktoría doktorsnemi, ætlar núna að vera með síðasta erindi dagsins. Úps, þetta átti ekki að vera svona. Hvar ertu? Hér. Gjör svo vel. Fyrir. Heyrði, velkomin á þennan flotta dag og bara takk fyrir samveruna, þetta er búið að vera ótrúlega flott og æðislega erindi. Ég heiti sem sagt Fanney og er doktorsnemi í fjölskyldjuhjúkrun í Háskóla Íslands og það sem ég ætla að tala um í dag er í rauninni bara kannski allt sem er búið að segja í dag er að tala um hvernig við eigum að framkvæma þetta en mér langar líka að tala um hvernig eigum við þá að þjálfa og fræða hjúkrunarfræðinga til að framkvæma fjölskylduhjúkrun. Af því það er rosalega oft sem að það er talað um hvað eigum við að gera en það er kannski lítið verið að undirbúa okkur undir hvernig eigum við að gera þetta.
Þannig að fyrsti fasi af doktorsrannsókninni minni snýr að fræðslu og þjálfun hjúkrunarfræðinga. Og doktorsrannsóknin mín heitir Gildi styrkleika meðferðarsamræðna fyrir fjölskyldur í geðheilbrigðisþjónustu fyrir virkni og aðlögun fjölskyldunar, sjónarmið sjúklinga, fjölskyldna og hjúkrunarfræðinga og þetta er tvöföld meðferðarrannsókn. Þannig að við erum að vinna með þetta flotta líkan sem er þarna 9 þrepa styrkleika meðferðarsamræður og í fyrri fasanum þá erum við að fræða og þjálfa hjúkrunarfræðinga í þessu flotta inngripi og í seinni fasanum þá fara hjúkrunarfræðingarnir sem hafa fengið þessa fræðslu og þjálfun og tala við fjölskyldumeðlimi á geðsviði í rauninni bara þeirra líðan og væntingar og hvernig gengur hjá þeim og eru þá að veita þessa 9 þrepa styrkleika meðferðarsamræður á sínum deildum. Þegar að við fórum á stað þá settum við saman hvernig svona fræðslu og þjálfun liti út og akkurat núna hafa 58 hjúkrunarfræðingar klárað fræðslu og þjálfun. Ég bjó til að því að ég sjálf svo mikið vil fá að haka í box. Þannig ég bjó til bara lista en þetta er frekar óþjált fyrir ykkur að horfa á þannig að næsta mynd verður mun fallegri fyrir ykkur en það var mjög skemmtilegt að ég fékk gervigreindina til þess að búa til fyrir mig mynd þarna af hjúkrunarfræðing að veita fjölskylduhjúkrun. Hann er rosalega stabíll þessi ágæti drengur því að hann er á tvöföldum stól, stóllinn er með bæði hjólafætur og hann er rosa stabíll og hann er með hlustunarpípu af því að hann er að fara að hlusta á þetta fólk. Þannig að þessi hjúkrunarfræðingur er bara virkilega flottur. Fjölskyldan er gríðarlega ánægð en hvaða dýr er þarna með, ég veit það ekki alveg en þetta er allavega gríðarlega flott fjölskylda og greinilega miklu styrkleikar þarna sem er bara gaman að sjá. Þetta er sem sagt fallegri kannski tékklisti fyrir ykkur þannig ef að maður fer yfir í rauninni öll þessi atriði þá er þetta alveg í 6 þrepum hvað hjúkrunarfræðingar er að gera í rauninni og fá að taka þátt í og gera fyrir mig í þessari rannsókn. Hluti er þessi fræðslu og þjálfun og það er í rauninni 24 klukkustundir sem eru í rauninni greiddar og gilda upp í starfsþróun sem er gríðarlega flott og frábært tækifæri fyrir hjúkrun. Síðan er þarna seinni hlutin þar sem að hjúkrunarfræðingarnir fara svo að taka þessar meðferðarsamræður og það er einmitt líka á sínum starfsstöðum þannig að það er líka í vinnunni. Þannig að allur ferill hjúkrunarfræðings í gegnum þessa rannsókn er á launum sem ég er mjög ánægð með. Þetta er samt auðvitað svolítið margir þættir þannig að við kannski förum bara svolítið inn í hvern og einn og nú kemur áhættuatriði 1 hvort að ég fái upp rétt. Ég þarf að hitta á hárréttan stað hérna. Sko. Já. Í rauninni það fyrsta sem að við gerum í þessari rannsókn er að yfirmenn á geðdeildum bjóða hjúkrunarfræðingum þáttöku. Og það þarf að skrá hjúkrunarfræðinginn. Ég sendi svo á þessa hjúkrunarfræðinga tölvupóst með upplýsingum og kynningamyndbandi og hérna sést þarna smá í, þetta eru 2 mínútur og 22 sekúndur þetta kynningamyndband þar sem við erum að fara í rauninni yfir alla þessa þætti sem ég ætla að segja ykkur frá núna. Síðan svara hjúkrunarfræðingarnir spurningalista á tíma 1 og þá tekur við sjálfsnám hjúkrunarfræðinga af því að við erum í rauninni á þá að fá laun fyrir að hjúkrunarfræðingarnir eru að vinna heima hjá sér. Við byrjum á að fara í gegnum innganga fjölskylduhjúkrun sem var búin til fyrir þessa rannsókn og þá geta hjúkrunarfræðingarnir bæði lesið það eða hlustað af því að ég er sjálf típan sem að vill vera bara kannski í göngutúri eða sitja upp þetta vilina á meðan að maður er að læra eitthvað svona og síðan fara hjúkrunarfræðingarnir yfir 2 greinar fjölskylduhjúkrun og báðar greinarnar eru íslenskar og svo byggum við líka til 3 hlaðvarpsþætti fjölskylduhjúkrun og
allt þetta af því þetta upptöku og eins og ég sagði, ég vil sjálf líka bara læra á alls konar hátt, þá líka hefur þetta kennslufræðilegt gildi að vera bæði að lesa og hlusta, sem bara mjög skemmtilegt. Síðan, ef við förum á, af því að uppsetningin hjúkrunarfræðingurinn vinnur námsefni fyrir, svo eru 2 heilir dagar og vinnur svo líka á milli dagana heimanám. Þannig að ef við förum hérna á fyrri daginn, ég náði að hitta, þá erum við alltaf að vinna með þetta 9 þrepa styrkleika með meðferðarsamræður og fyrir hádegi þá eru fyrirlestrar. Og við ræðum þarna fyrstu 4 þrepin af þessum 9 þrepum, þar sem við, og á í rauninni geðsviði og allstaðar, þá þurfum við að tala svolítið mikið þetta meðferðarsamband. Við þurfum að vera svolítið meðvituð hvað þýðir það að mynda meðferðarsamband og hvernig förum við bara að því. Þetta er mörgum eðlislegt, en sumir þurfa bara smá meiri þjálfun og það er bara flott. Við viljum líka tala hvernig ætlum við að byrja þetta. Við ætlum að kynna okkur, við ætlum að setja upp fram tilgang og við ætlum að setja upp tímalengd. Ástæðan fyrir því að við viljum vera svolítið skýr með hvað erum við að fara að gera núna þannig að þetta verði ekki bara þetta óformlega spjall sem við erum alltaf í, heldur við köllum þetta meðferðarsamræður. Og með því að við segjum fólki hvað við erum að gera, þá hefur það betri merkingu fyrir þau. Af því að mjög oft heyrum við það er enginn búinn að tala við mig. En kannski var ég sjálf búinn að tala við aðstandendur og hugsa bara, ég gleymdi að kalla þetta því sem þetta heitir. Þannig að bara það að við setjum orð á þetta, gefur því meiri merkingu. Síðan förum við líka yfir hvernig við teiknum svona fjölskyldutré og tengslakort og ég veit að mjög margir hjúkrunarfræðingar í þessar rannsókn eru mjög spenntir fyrir nýja spjaldinu, þannig að það verður gaman að senda það af stað. Við erum líka að gera þetta tengslakort og fjölskyldutréð á meðan við förum í öll hinn þrepin. Af því að þetta vinnur svolítið vel saman að við erum að sjá hverjir eru í fjölskyldunni, hvernig tengist fólk, hver eru samskiptin þeirra á milli og við erum að biðja þá fjölskyldumeðliminn sem við erum að tala við erum að hvetja til þess að segja okkur sína sögu, sína reynslu af þessum veikindum. Síðan förum við svolítið vel yfir líka þrep 4 sem meðferðarspurningarnar. Þá förum við svolítið í fræðin okkar, förum í grunninn. Hvað ætlum við að spyrja af hverju? Af hverju skiptir máli að við spyrjum svona spurninga en ekki bara hvernig sem Við viljum vera að spyrja spurningar sem hreyfa við viljum hvetja til umhugsunar, við viljum hjálpa fólki að læra af eigin reynslu, hvetja þau til að þroskast með því að fá svona reynslu. Þannig að þess vegna viljum við fara að tala eins og Calgary og margir fá alveg bara svona þegar það fer eitthvað svona fræðilegt, en við ætlum bara að nýta þetta til þess að styðja okkur. Við ætlum ekki að láta þetta verða okkur til trafala því að þetta of flókið. Heldur, hvernig getum við nýtt okkur þetta? Og síðan eftir hádegi, þá æfing, þar sem að hjúkrunarfræðingarnir útfæra í raun og búa til fjölskyldutré og tengslakort með hvorum öðrum. Og svo umræður. Af því að það líka svo gott þegar við erum að læra eitthvað nýtt. Hvernig ætlum við að nýta okkur þetta? Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Þá erum við komin hérna á milli þessara 2 daga og enn og aftur, þá eru þessi fínu myndbönd sem þið voru að tala áðan og þau eru einmitt framkvæmd á barnasviði og fyrra myndbandið, af því að þau eru 2, þá farið yfir alla þætti, öll þessi 9 þrep og það rosalega gott fyrir hjúkrunarfræðingarna sem eru búin að vera hjá mér í fræðslu þjálfun að fá þetta á annan hátt líka. Og síðan seinna myndbandið sem líka inn á Eddu að þar sem það framkvæmt á svona viðtali. Og það rosalega gott að fá bara að sjá að það hægt að framkvæma svona viðtal á frekar stuttum tíma. Að þegar við erum að taka svona samræður, þetta ekki, þó að við séum með 9 þrep, þá þetta ekki beint þessi tékklisti.
heldur við erum að fylgja viðmælandum okkar og það er það sem fólk þarf. Síðan er það seinni dagurinn okkar. Þá förum við í rauninni yfir þarna öll síðustu þrepin fyrir hádegi í fyrirlestrum, þar sem við erum að draga fram styrkleika fjölskyldumeðlims og fjölskyldunar bara í heild, og þetta er náttúrulega tilvalið á meðan að við erum að gera fjölskyldutréð að fá fram, af því að við spurjum auðvitað ekki fólk, hverjir eru styrkleikar þínir? Þá segir fólk bara, nei, við höfum enga styrkleika. Þannig að við viljum fá að heyra, ok, hvernig gengur ykkur? Hver er að hringi hvern? Hver er að tala við hvern? Við viljum fá að heyra hvað er að ganga vel og hvað mætti betur ganga, til þess að við getum veitt hennar stuðning og gefið fólki að segja, já, ok, ég heyri, þú ert að gera A, B og C. Það er rosalega vel gert í þessum aðstæðum að halda því áfram. Og líka bara hvað er fólk að gera fyrir sjálfan sig. Heldur það áfram að gera það sem að veiti þeim ánægju, þrátt fyrir að þau sé að gangi í gegnum erfiðan tíma. Síðan erum við líka að ræða svolítið vel númer 6 að bjóða upp á gagnrýndar upplýsingar og ráðleggingar. Hvernig ætlum við að fara að því? Hvaða þekkingarlega grunn þurfum við að hafa til þess að geta veitt þetta? Erum við að nýta allan tíman sem við getum til þess að ná okkur í nýjustu þekkingu? Vitum við alltaf hvað er flottast fyrir okkar hóp? Og er þetta eitthvað sem við getum rætt á okkar eigin deildum? Hvernig ætlum við að búa til eitthvað flottan gagnagrunn? Hvað er nýjast og flottast hjá okkur? Og hvað mælum við með? Og líka kannski að ræða það bara svolítið vel hvað fólk eru miklu sérfræðingri sjálfum sér, og þó að við vitum rosalega margt, þá vita þau langt best hvað gengur upp hjá þeim. Af því að fyrri reynsla er oft forspágildi fyrir framtíðina. Þannig við ætlum líka bara að fá að heyra hvað finnst þeim, hvað vita þau. Og til þess að við förum ekki að fremja fræðslu, að þá ætlum við að spyrja hvað þau vita. Síðan ætlum við að tala viðhorfin við fólk, og aftur við spyrjum ekki fólk hvaða viðhorf hefur þú. Af því að fólk veit þá yfirleitt ekkert hvað við erum að tala Heldur bara hvað finnst þér að ástunnuðin sé að gangi gegnum þetta? Eða hvað finnst þér að ástunnuðin sé inn á þessari deild, eða hvernig það er? Og þá fáum við fram viðhorfin, og þá getum við svolítið tekið fram, ok, þú segir mér að þið upplifið þetta svona, og það er hjálplegt út af A, B og C, eða þá ef við heyrum einhver í rauninni hindrandi viðhorf, að þá getum við sagt, ok, hvað er gott við að hugsa þetta svona? Er hægt að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi? Af því að fólk veit ótrúlega mikið og eru bara ótrúlega flottir aðstandendur sem kannski búin að vera í langri meðferð. Ef við erum alltaf að segja bara það sama, þá græðir fólk kannski minnst á okkur. Síðan er það að vinna með tengslanet fjölskyldunar, og þá akkurat erum við að vinna enn meira með þessa mynd sem við erum að gera í fjölskyldutrénu og tengslakortinu. Og ég allavega persónulega nýti þetta verkfæri í fjölskyldutréð á meðan ég er að gera allt hitt. Og það oft bara dempar svolítið svona stemminguna ef ég er að horfa beint í augun á fólki allan tíman, að þá verða allir svolítið svona meira tens, en ef við erum að horfa bara á blað sem við erum bæði að vinna í ég og viðmælandi minn, þá verður aðeins svona auðveldara að tala saman, og fólk segir manni oft bara, vá, ég held að þetta yrði erfiðara að tala við þig Þannig að við þurfum einhvern veginn að nýta þessi verkfæri sem við eigum til þess að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft. Síðan er það lokmeðferðarsamræðanna. Þar viljum við vera að draga saman niðurstöður, en við ætlum líka að fara svolítið yfir, er eitthvað sem að þið vantaði? Er eitthvað sem þið hefðu frekar vilja ræða, og ræða bara svolítið hvernig við getum hjálpað fólki líka. Og þessar spurningar eru algjör snilld, við getum nýtt það rosalega vel. Eftir hádegi á seinnideginum þá búa hjúkrunarfræðingarnir til sínar eigin spurningar. Og þær mega algjörlega vera byggðar á þessu, en það að setja spurningarnir sín eigin orð hjálpar rosalega mikið, og líka bara svona kennslufræðilega séð, þá erum við að festa þetta á annan stað í heilanum. Ekki bara lesa, heldur líka skrifa. Og þetta festist miklu betur, og það er líklegra ef við höfum prófað að segja eitthvað upphátt á einhverjum tímapunkti,
að við munum segja það aftur upp átt. Þannig að við prófum okkur svolítið áfram þarna og bara mjög skemmtilegt að vera í þjálfun og umræðum í þessu. Síðan komið að því hvað gerir hjúkrunarfræðingarnir svo þegar þessu að ljúka. Þá svara þeir spurningalista á tíma 2 og akkurat núna ég komið með 47 svör, þannig að þetta alltaf mjög spennandi að gerast hérna. Og eftir þetta þá eru 2 skipti í faglegri leiðsögn sem eru þá innan þessara 24 klukkustunda sem að þeir eru að fá greitt fyrir. Og það bara mjög skemmtileg, margir umræðupunktar sem hafa komið fram. Og þetta rauninni hugsað líka sem þá stuðningur við hjúkrunarfræðingarna við að framkvæma þessi viðtöl. Og hjúkrunarfræðingarnir hafa aðgang að mér í gegnum síma, tölvupóst eða bara fundi í eigin persónu á meðan þessi rannsókn stendur og við erum núna að klára núna í apríl gagnasöfnun hjúkrunarfræðinga og erum að keyra það enn betur í gang að fara að styðja hjúkrunarfræðingarna við að taka þessi viðtöl. Þannig að það margt mjög spennandi. Þá það einmitt, hvernig verður þetta þá hjá hjúkrunarfræðingunum þegar þeir eru að taka þessi viðtöl? Fyrsta skrefið að hjúkrunarfræðingurinn finnur fjölskyldumeðlim. Það þarf að fá tölvupóstföng og það þarf að setja upp tímasetningu. Og það þarf að láta mig svo vita þannig að ég geti skráð fólk til þátttöku í rannsókninni. Síðan það einar meðferðarsamræður í persónu í þessari rannsókn og við erum með góðan tíma, 35-60 mínútur. Það vel hægt að framkvæma svona samræður á mun skemmri tíma en okkur finnst ekki veita af endilega þessum tíma ef að deildin leyfir. Síðan 7 dögum síðar þá fær aðstandandi viðtal frá hjúkrunarfræðingnum og þegar að hjúkrunarfræðingurinn svo búinn að taka viðtöl við þá 2-3 fjölskyldumeðlimi þá svarar hann spurningalista á tíma 3. Takk fyrir mig. Ekki fara kannski lengt, ég veit ekki, ég vil þakka þessum 3 sem svöruðu spurningunum í QR-kóðanum. En ég ætla að fá að setja hann aftur. Ef það skildi vera séu fleiri sem myndu vilja, hann hér, þessi QR-kóði, sem þá bæði opna spurningar til þeirra sem voru með erindi hérna í dag. Og líka bara kannski spurningar til okkar í fagráðinu, hvað við getum gert betur til að styðja ykkur í fjölskylduhjúkrun og svo líka þá kannski fyrsta spurningin svona að fara inn á við bara hvernig getum við stuðlað betur fjölskylduhjúkrun á okkar deild. Þannig að ég held að, já, ég vona að þið skannið þetta inn og leifið þess aðeins að dvelja hjá okkur og svarið eftir bestu getu. Og að sjálfsögðu megið líka spyrja núna beinna spurninga því að það eru flestir hérna í salnum sem voru með erindi ef það eitthvað sem brennur á okkur. Eitt sem ég sendi inn svona athugasemd en mér finnst þetta bara svo ógeðslega mikilvægt en hún Fanny talaði það líka sko að við nefnum þetta inngrip sem við erum að beita og segjum að við séum að veita meðferðarsamræður sem það kannski hefur fyrir að tala stuðningsviðtöl eða eitthvað svoleiðis en ég held að við getum nefnilega svona dregið úr virðingu og vægi ef við tölum þetta á annátt. Algjörlega, einmitt. Þetta ekki spjall, þetta meðferðarsamtal. Einmitt. Heiða, má ég spyrja þér? Já. Ég var að spyrja, af hverju væri bara aðstandandi á þessum fundi þarna í tímundum ekki sjúkdómsfund? Já, sjúklingur og aðstandandi. Já, ok. Tíminn og fundin í rúmsögu með sjúklingi. Já. Aðstandandi búið að koma ef maður vill. Þakka þér. Mér fannst þess að vera bara, já, ok. Takk. Gott að læra þetta. Sjúklingur er ljómið, eða ekki? Já. Nei, ég bara heyrði það mikið. Það verið í rúmsögu. Já.
eitthvað fleiri vangaveltur? Hvernig náðu þið til ættingja? Það hefur verið fullu salur af fólki. Hvaða ættingjar voru þetta? Við vorum bæði með auglýsingu bara á skjábóðunum, bæði Hringbraut og Kleppi og prentuðum út, þannig að við möttum bara með símönd á göngunum og inn á deildunum. Og svo var ég svo stressuð þegar þetta ekki koma, þannig að ég hringdi í alla aðstandendur á deildinni og sendi öllum aðstandendur á póst. Þannig að ég reyndi bara að nota öll triksin, sko. Og svo vorum við að hugsa með jafningastuðningin hvort við ættum að auglýsa það fyrir fleiri. En svo var niðurstaðan að byrja bara með þennan hóp, því var svo góð mæting á fræðsluna og fá þau til að hjálpa okkur hvernig við ætlum að hafa þetta. Þannig að þetta voru rauninni aðstandendur þeirra sem voru innilegjandi í þetta skipti, sem rauninni sáu þetta. Og fleiri líka, því þeir sem voru komið á bráðamóttökuna sáu þau líka auglýsinguna. Og það var gaman, það var bæði þú veist á bráðalegu deildunum á Hringbrautinni og svo var líka komið eins og frá Kleppi öryggisgæsludeildinni og það var líka bara svona spurningar bara eins og með hvernig byrjum fjölskyldufund. Það var eitthvað sem búin að vera marga mánuði í innlausn en vissi ég ekki náttúrulega óska eftir fundi, aldrei fengið fund. Og svo heyrði ég í deildinni, þá hafði hann hringt bara á mánudeginum óska eftir fundi og svo var svo gaman að heyra útlundan sér þegar kæristin minn að vinna á Kleppi og þá var að tala um planhluti þar. Það var mikil ánægja frá aðstandendum með fræðsluna, þannig að maður er að heyra þetta svona úr ýmsum áttum að við ætlum að hafa þetta reglulega. Þetta er ekki bara eitt skipti, svo ætlum við að hafa þetta aftur og hafa þetta reglulega. Þú veist þetta að auglýsa einhvern veginn? Já. Sko, fyrir okkur, ég er að meina, sko... Fyrirmyndina. Já, fyrirmyndina fyrir áður en það þarf einhvern veginn að koma svo. Ég er að gera smá spítalakúst. Já, Mér finnst mjög sniðugt þetta með að hjúkrunarfræðingarnir eigi svo að setja í eigin orð spurningarnar vegna þess að það verður meira ekta og það tengja betur við og létta aðeins orðræðina þegar það setur svona formlega af því að þetta er eitthvað sem við viljum að flestir vilja standa sig vel við aðstandendur. Ég vil auðvitað bara segja að mér finnst mjög gott að heyra að það sé að styrkja þessa fjölskylduhjúkrun sérstaklega á geðsynum þess að ég á 2 vinkonum á lendi að þurfa að fara með aldraða sína inn á geðdeild annan eftir sjálfstil og heims í geðræði og þeim var vísað báðum út þegar þú veist ég vart að fara þegar barnið fær krabbamein þá er beðin að taka ættingar með en í þessu tilvíki var þeim báðum vísað út svo mér sést þetta svona það er mjög frábært að sjá það. Frábært. Eigum við ekki bara slá botnin í þetta og bara þakka kærlega fyrir daginn og já, takk fyrir að hlusta og vera með.